á hverjum landshluta. Þannig að fyrst á dagskrá ætla ég að kynna hana Andreu Eyland sem ég held að við höfum nú flestar heyrt og ég er mjög spennt að heyra frá þessari konu sem að, eins og ég kynnti hana, kemur svolítið bara til dyrana eins og hún er klædd, sem ég finnst mjög aðdáunarvert. Þannig að gjörðu svo vel, Andrea Eyland. Ég ákvað mér þess að baða mig og setja mig maskara og náði ekki að greiða mér hárið en ég klæddi mig í föt sem ég vildi ekki. Bara fyrir ykkur, svona fellow konur. Herðu, bættist við hérna rétt áður en ég hendi inn kynningunni. Svona flott, hvað heitir þetta? QR-kóði. Ég smelli á þetta, farið inn á svona one pager af því sem ég er að vera að gera undanfarandi ár. Þetta er eitthvað sem að bara kærasti minn, hann er ekki bara sætur sko. Hann kann að gera svona dát sem ég kann ekki. En mér finnst sturlað að standa hérna. Eiginlega að því að mér leið eins og hvað ætli ég að koma hérna og segja fullt af einhverjum flottum konum eitthvað að viti. Nei, út. Ég bara bípinu frá mig og taka allt þetta pláss. Og þetta er svona innbyggt einhvern veginn í okkur. Ætli ég að koma og þykjast að vera einhver. En kannast andilega við þetta. Einhverju sem kannast við þetta. Svo hressandi hugsun. En mín pæling var svona, ok, hættu þessu kjafta. Ég á vinkonur líka með þessa eina hérna í salnum sem er bara hættu þessu fucking rugli. Og kærasti mér sagði, síðan hvenær þér hefur ekki drullu sama hvað finnst. Og það er alveg rétt. Þannig að núna er stressið mitt búið. Þið skiljið mig, þið sem hafi verið svona hinum með borðið, sem ég hef ekki oft verið. Þið skiljið hvernig þetta er svona til að byrja með. En málið er nefnilega að saga hverja einustu konu hérna inni skiptir máli. Og mín líka. Það er bara þannig. Og ég ætla að reyna að segja eitthvað mína á 10 mínútum. Það verða rosa, það er ekki óþolandi að ég bara taka þetta af mér, þetta dót. Það? Var ég að hafa það? Okay. Ég skal reyna að sleppa í það að anda. Svona. Ég heiti Andrea og ég er hvatvís og kærulaus kona sem að veð alltaf úr einu í annað. Ég var að skrifa þetta niður, sko, störf, skólar, kærastar, áhugamál, heimili, borgir, barnsfeður. Ég skítfín í þessu öllu, en ég er ekki drullu góð í einu, sko. Þannig að ég átti smá erfitt með svona að finna mig alveg í fjöldamörg ár. Þangað til að ég gekk með mitt fyrsta barn. Það gerðist eitthvað inn í mér og ég fann gyðjuna mína. Svona, ég valdi að kalla spíra með spælag og ég bara blómstraði og ég var bara með leið eins og ég væri bara, ég hafði eitthvað tilgang og ég væri alveg með þetta sko. Og í leiðinni þá fann ég tilgang að tengjast öðrum sem voru í sömu sporum. Ég var með endalaustu spurningum og langaði svo mikið að vita meira og meira með leið eins og ég væri fyrstu konan í heiminum til að ganga með barn. Ég held að okkur líði mörgum svona sem að nenna að standa í þessu, hinar, kútós, bara takk fyrir að taka að ykkur að fjölga ykkur ekki. Þetta er svona ágætis lýsing á þeirri konu sem að ég er. Hún er bæði þessi blómstandi geggjaða og svo bara þessi sturlað bugaða, alltaf mikið að börnum að ala upp og ég held að við eigum allar bæði andlitin og þau eru bæði mikilvæg sko. En á þessum tímapunkti þegar ég geng, þetta er ekki fyrsta meðganga mín en hún er sú sem er efst Sóley og fyrsta meðganga mín og bókin kviknar getnað meðgöngu, fæðingu og sængurlegu, byrjar að vera til, byrjar að malla þegar ég er að ganga með hana. Þar sem ég bara byrja að kalla eftir spurningum og leitunum að svörum annarra kvenna og
Þannig að byrja svona að fæðast eitthvað upphafa bók. Og svo 3 stúlkum, 5 flutningum og 2 bassferðum seinna, þá kallaði ég saman, og nýskilin með yngsta á 3 vikna, þá kallaði ég saman konur á Selfossi og stofnaði, heitir Mæðrakompani. Það er reyndar alveg dáið núna, en það er bara komið með annan nafn. Og við hittumst í svona sal og byrjum að tengjast og tala saman. Og vá! Skiljið þetta, töfrarnir sem gerast þegar við hittum aðrar konur sem að skilja okkur. Þú veist, ég fæ bara, þetta er svo geggjað. Þetta er svo geggjað. Þetta er bara akkurat það sem við þurfum í lífinu, að það er að hitta hver aðra, tala saman og tengja við hver aðra og hjálpa hver annarri. Og við, þú veist, enginn af okkur hefur upplifað nákvæmlega sömu hlutina, en við getum alla tengt við allt sem einhver önnur hefur gengið í gegnum. Og þannig að ég bara svona fann mitt element, verð ég að segja, og svona fast forward 5 árum seinna með 3 litlum stúlkum og eftir sjóðandi heitt Tinder date. QR-kóða Tinder date þessi gráhæri djöfull Þannig að sko 2017 kemur þessi bók, 2018 fæddist Ylur og Líf kviknar-serían varð til. 2019 fæddist Varmi, bróðir hans Iljar, og Instagram samfélagið sem heitir Kviknar, sem er núna með 12.000 foreldrum, svona sprakk út af því að ég fór að sýna frá því hvað ég væri alltaf ótil höfð með gyllinæð. Það fannst öllum það ógeðslega sniðugt. 2020 byrjaði hlaðvarpið sem er nú orðin 39 þættir og seinni serían Líf dafnar sem var síðan sýnd 2021. Þannig að þetta er fallega glansmyndin mín. Og hún er raunveruleg og hún er til og við eigum hann allar og við megum vera stoltar af henni. Ég er bara dröllu stolt af minni, sko. En bak við hana er ekki alltaf. Það er bara þetta. Þú veist, þetta er bara, ég skrifaði niður, sko, bara áföll, grátköst, rifrildi, gyllinæði, svefnleysi, óhreitt þvottur, áhyggjur, bugun. Og náttúrulega af glansmyndin minni var niðurstaðan svo að ég ákvað að byggja mér hús og fór svo inn í burnout. Þannig að þið fellow burnout konur, þið það eru örugglega einhverjir inni, hvort sem þið þorið viðurkenna það ekki. En þetta er ástæðan fyrir, við hefðum náttúrulega viljað hafa kannski svona myndir af alls konar konum, ekki bara minni píkuras og svona brjóstum, en þetta er bara persónulegt fyrir mér og ef ég get ekki sýnt alla mína svörtu, skrýtnu og furðulegu hliðar, þá get ég ekki ætlast til þess að þið gera það heldur. Þannig að til að skilgreina Kviknar og það sem ég stend fyrir er að reyna að gera, þetta er samfélag foreldra sem byggir á þessu sem ég hef verið að segja frá. Bókina, 12.000 Instagram foreldra, 39 hlaðvarpsþætti og þessar sjónvarpsseríur. En hvað er þá Kambey? Því nú er ég búin að fara yfir, sko, fylgjast mér sá það, kona, ég er búin að fara í það, Kviknar, búin að fara í það, ekki skipulagt. Ég er svo engin Excel-manneskja, sko, ég er svo stolt af sjálfur mér. Kambey er þetta samtal og þessi samvera og þessi fræðsla í raunheimum. Þannig að það er stóri, svona, ekki bara draumurinn minn, það er stóra sýnin mín, það er stóri viljinn minn, það er stóra ætlunin mín. Það þarf að búa til þetta á einum stað til að byrja með, af því að ég vil fá Kambeyjar út allan heim. Sammála? Já, ok, þið veit ekki eins og hvað Kambey er, þannig að þið verið samt trú á mér. Af því að vandamálið er, það er engin heildstæð þjónusta til fyrir þennan hópa fólki sem að ég er að tala við alltaf. Það er náttúrulega til bara heilsugæslan og mæðraverndin og allt þetta, en það er engin staður þar sem að við hittumst og
tengjumst og getum náð að koma saman og tengjast og anda og hort mögulega ef við eigum maka í augun á makanum okkur eða annarri einstæðri mömmu eða hvernig sem það fyrir eftir því hvað fólk við tengjum við hverju sinni í þessu ferli. Þannig að við ætlum að leysa með þessu og ég ætla að segja ykkur sko, ég trúi því að þrátt fyrir 28 synjanir á styrkjum að Kambey verði að vera til og ég trúi öllum þeim foreldrum sem hafa þakkað kviknað, það ástæðan fyrir að ég stendi í þessu ennþá og ég trúi þeirra frásögnum og ég trúi að ég held fast í þessa 5 styrki sem við höfum fengið af því það alltaf einhver þarna úti sem hefur trú á þér og það einhver þarna úti sem hefur trú á okkur líka og þið sem hafið fundið ykkar eigin ástríðu, þið skiljið seigluna með að gefast ekki upp af því það bara eitthvað í hjartanu sem segir bara haldið bara áfram, einn daginn. En þetta málið að ég kom ekki hingað til að segja ykkur sigursöguna mína, skilur. Þetta oft svona, þegar maður fer horfir á okkur svona konur með eitthvað svona skvísistæla, þá þetta, ég svo með þetta, skilur, og svo ég bara búin að fá alla peningana og svo ég bara búin að búa þetta til, nú þarf ekki lengur að vera með hafragrautinn minn að sulli í honum sjálf, skilur, ég læt keyra mig og hvernig sem hvað sem sigur fyrir okkur, skilur. Minn sigur væri ykkur getur þrifið heimilið mitt. En ég hef skýra sýn með það og hún lítur svona út. Cirka bát. Þetta þessi staður. Og ég ætla bara að lesa síðustu árin. Ég veit með vissu og ég vil leggja mig til svo heimurinn verður betri fyrir börnin okkar. Hvernig ég ætla að komast þangað, ég hef ekki hugmynd. En fellow konur og mömmur og gleðisbrengjur og brjálæðingar og allt sem þið eruð og allar hliðra ykkur glansmynd og ekki. Ég segi bara öndum, tengjumst og elskum og stöndum saman og styðjum hver aðra. Ég bara búin. Ég held ég hafi verið langt undir 12 mínútum ef það verið eitthvað spurningar. Það verið ekki. Var ég ekki svo snögg? Engar spurningar? Áhugavert sem þú segir þá. Já. Já, við erum alltaf með samkeppnisaðila bara eins og til dæmis hótel og fæðingarnámskeið. En það engin staður þar sem að foreldrar geta komið til þess að við erum í samvinnu við sérfræðinga. Geðlækna, sambandsráðgjafa, við erum með svo mikil tengsl við alls konar fólk sem hefur verið að taka viðtöl við út af sjónvarpinu og svona. Og þannig að við sjáum fyrir okkur að hvert, til dæmis ef þið eru bara par sem nýbúin að eignast barn eða einstæð mamma eitthvað nýbúin að eignast barn og þau vantar bara að komast á andanum. Þá þetta staði sem hún kemur á alveg frá 3 nóttum og upp í viku. Þetta raun að vera svona fyrirbyggjandi geðheilsu staður. Þannig að ekkert endilega þú þurfir að fara í virk eins og ég, skilur. Þannig að þú náir aðeins að staldra við eitthvað á leiðina því að þetta fólk svo týnt. Ég hafði ekki upplifað þetta af því sem hafa eignast börn. Þetta bara, við gerum þetta bara og svo bara keyrum við þetta í gegn og svo erum við bara komin AFK bara, já, og vera þar líka og svo bara vera með maka og allt þetta. Það vantar eitthvað stað sem að við þurfum eiginlega að ná að staldra við og það hlúð á okkur og það hlustar einhver á okkur og það skilur okkur einhver. Þannig að ekki einhver einn staður sem samkeppni en mér fullt af samkeppni í alls konar formum, Svo verður það líka bara misjafnt.
Við ætlum að byrja að leggja áherslu á það fólk sem getur skilið börnin sín eftir til þess að þau nái að tengja við hvort annað og aðra foreldra. En svo er ég meira svo búin að finna konur sem eru tilbúnar að vera með börnin á staðnum þegar svo ber við, þegar eitthvað sem hefur ekkert net þarf að taka barnið með sér en þarf samt að fá sinn tíma. Ekki það. Langar ykkur ekki að koma og hvíla ykkur hjá mér? Herru, sko við erum að vera búin að byggja þetta hús. Þetta er rétt fyrir utan Hveragerði, þetta er heimilið okkar. Þannig þegar ég kynnist kærastanum mínum þá átti ég 3 börn og hann 3 og svo erum við búin að eignast 2 saman. Shit, alltaf sami svipurinn. Þannig að við erum með 10 svefnherbergi í svona húsi. Ég ætla reyndar að leigja út áramótin og flýja til Bali til þess að ná andanum. En svo verður þetta svona samveru salur og jógastúdíó og svona gróðurhús þar sem við ætlum að vera með svona pínlítið kaffihús þar sem allir foreldrar getur komið saman. Og svo erum við búin að breyta einu sem er ekki á myndinni í 5 lítil svona ahísi. Þannig að þetta verður bara fyrir 10 til max 12 í einu. Og þar náttúrulega kemur inn þessi svona vandræði með að það er ekkert mál að láta það 300 milljónir fyrir 50 herbergjum, ég vil ekki láta það 30 milljónir fyrir 5 herbergjum. Það er enginn að maksa peningarna sína í að sinna svona litlum hópa fólki. Þannig að já. Þannig að já, opna. Ég náttúrulega segi bara næsta ári, svona 2 ár. Þetta bæta ári við það sem ég segi. Já, bara já, nú er ég búin að prófa bæði, vera ung mamma og eldri mamma. Mæli með hinu síðar, það er geggjað. En sko, ég held að allavega svona samkvæmt öllu því sem ég er búin að vera að skoða. Við þurfum að byrja að einbeita okkur eitthvað staðar. Þannig að við byrjum örugglega bara að einbeita okkur að þessu bara ungu fólki sem er að eignast sitt fyrsta barn. Og svo getur þetta bara þróast. Og við erum með eitthvað 19 markhópa. Líka með bara foreldra langveikra barna sem þetta er að komast frá. Fólk sem er búið að fara í tæknifrjóvgunarferli og enginn skilur þau. Veistu hvað ég meina? Það eru svo margar stórkostlegar og rosalegar sögur á bakvið allt þetta ferli. Svo er líka bara ömmur og afar. Og foreldrar ættleitra barna, skilur þar sem að þú þarf bara að hitta þitt fólk til þess að tengjast. En líka átt okkur á, þú veist, að við eigum svo ótrúlega margt sameiginlegt. Við eigum öll eitthvað sameiginlegt. Við getum við finnum það bara í kvöld þegar við fyrir saman og fáum okkur í glas. Já, þú líka! Ég skil þig. Já. Sko, já. Ekki tala við neina fjárfesta þá. Ég er búin að tala við einn mann í Ölfus Cluster sem vill senda út kynninguna mína á eitthvað svona ríkt fólk sem áskýrnaði peningum. Ég veit ekki, mér var sagt að fá fjárfesti væri svo að fara inn í hjónaband. Ég á alveg nóg með mitt, sko. Ég er ekki eins og múin að giftast honum, en ég ætla að gera það til að fá hana ryksuguróbot. Giftingagjöf. Þetta er sko 308 fermetrar, ég ætla ekki að ryksu þetta. Ég bý sko í 30 núna. Við búum í svona vinnuskúrum hérna á landinu, sem er 30 og það eru 5 heimabúandi börn. Við erum í 30 fermetrum. Þetta er rétt ímynda eitthvað hvað ég glöð að vera í bústað hérna með einhverjum 6 sunnlenskum konum bara. Já, fyrir ekki. Atvinnumál kvenna var styrkt okkur einu sinni, 3 eða 4 sinnum sagt nei. Ég var mjög glöð. SAS er búin að vera mest. Ástæðan fyrir við erum búin að búa til eins og svona logo og eitthvað svona smá útlit og svona one-pager heimasíðu, það er SAS að þakka. Og svo lýðheilsusjóður hendinn einu sinni 300 skalli og svo félagsmálaráðuneytið. Hann styrkti hana Ásmundur. Ég held að þessi kallað skúffufé. Já, hann lét mig hafa einhverja 1 milljón til þess að prófa þetta af og við gerðum einu svona helgi í Hveragerði, bara leigðum húsnæði þar og buðum 5 pörum til þess að koma. Og það náttúrulega, þá var þetta líka ljóst bara eftir umsagnina þeirra því þau fengu þetta í bóði félagsmálaráðuneytisins og þurftu að skila inn í staðinn svona umsögnum og hvað getum gert betur og
Og þá náttúrulega bara, ok, þetta no-brainer að gera þetta, sko. Þetta fólk ennþá að halda sambandi í dag, sko. Það var grátið og hlegið og... Já. Já. Já, við sáum, sko, það sem að við sáum fyrir okkur í svona viðskiptaáætlun sem að við gerðum var að stéttarfélög og hérna geti niðurgreitt. Það sem að hefur svo oft verið sagt við mér, okkur markhópa gerir ekki, eða þú veist, okkur ferði ekki til þín ríkt útlenskt fólk, skilur, því þá ferð þú að fara laun, skilur, þá ferð þú að hérna geta komið þessi í gang. En sko, það einmitt fólki sem að harfið þetta minnst, held ég. Eða þú veist, ég náttúrulega veit ekki, það kannski aftengt líka, en þú veist, mér langar allavega þá, ef við erum komin út í það að þetta sé eitthvað svona lúxustjónusta, að þá verður bara hluti af þeim kostnaði sem að það fólk borgar fer í að borga pláss fyrir annað fólk, skilur, sem að niðurgreiða pláss annarra. Og við hefum líka því oft talað við hann hérna ráðherra og þú veist, það búið að velta upp svona hugmyndum aðkomu ríkisins að þessu, en við erum bara ekki komið lengra. Nú held ég þessi búin, hún fann að standa upp. Ok, takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Andrea, kærlega. Næsti fulltrúi frá Norðurlandsdeildinni og það hún Sigríður Vigdís sem er framkvæmdastjóri Sítocare. Gjörðu svo vel. Hérna, Sigga, það eru spurningar. Þið byrja að endur taka spurningarna og mæk og svara því. Það heyrist í hérna. Já. Sýta á. Ég veit það ekki. Finnum við þessu saman, eða ekki? Sjá, vaski. Mjög skemmtilega alveg. Það alltaf við. Hvað þetta úr? Þessi setur á hérna. Hérna getur við styrst þessu hér eða hljóð. Það þannig glærur og svo skiptir milli svona. Það erfitt með hann. Og ertu með valsa? Nei. Og já. Ná, ég með valsa. En það svona. Komið. Já, kæru FKA-konur, bara kæra þakkir fyrir að bjóða mér hingað, þó að sé nú illa gert að láta mig vera á eftirinni Andreu. En ég hlakka til að mæta til þín í ömmuhofið. Það verður ljúft. En já, ég sem sagt, ég heiti, já, Köllu Sigga og ég er framkvæmdastjóri Primex á Siglufirði. En erindi mitt í dag fjallar hérna húðvörulínuna okkar Sítocare Beauty og sem er byggð upp á hérna Kítósani unni úr rækjuskel. Og sem sagt Primex er sjávarlíftæknifyrirtæki staðsett á Siglufirði og við erum búin að vera í 20 ár að framleiða og rannsaka Kítósan.
og við höfum margar klíniskar rannsóknir sem sýna einstök og einstaka virkni og framleiðslan vottuð náttúruleg. Það má segja að kítósan sé náttúrulegt undur úr hafinu og þetta eru náttúrulega trefjar með einstaka eiginleika. Það svolítið hratt en og einstakir eiginleikarnir eru það að þeir hafa jákvæða hleðslu, sem sagt kítósan trefjarnar, og bindast við ýmis efni eins og til dæmis sindurefni, slæma fitu, rauðu blóðkorn og fleira. Við höfum klíniskar rannsóknir sem sýna að kítósan veldur ekki ofnæmisviðbrögðum og að sjálfsögðu þetta sjálfbær auðlind og rekjanleg framleiðsla alla leið út á haf. Það framleiðsluferli, svona bara réttilega að gefa ykkur smá svona innsýn í það. Þá tökum við rækjuskelina frá framleiðendum og einangrum kítínið, en skelfiskur, hann hefur sem sagt svona brynju, allur skelfiskur sem kítín, við tökum próteinið og kalkið og eftir verður kítín. Og síðan í framleiðsluferlinu þá framleiðum við kítósan, en það líka hægt að framleiða fásykrur eins og glúkosamín og svo inniheldur líka kítín, steinefni og astaxantín, já. Og okkar helstu markaðir eru fæðubótarefni, sárameðhöndlun, snyrtivörur og sundlauga og sparhreinsun. Þetta eru svona vörumerkin okkar og sem við erum að selja eftir allan heim, og við erum með vöruhús í Rotterdam, Siglufirði og Portland, Maine í Bandaríkjunum. Og Bandaríkin eru okkar stærsti markaður, og þá ég að tala fyrir bölk. Við vorum lengi vel að selja í bölki í framleiðslu til þriðja aðila. Árið 2012 þá hlutum við nýsköpunarverðlaun Íslands, þannig að við eigum 10 ára nýsköpunarverðlaunaafmæli á þessu ári. Og það gaf okkur svona byr undir báða vængi og uppruni Kítocare Medical, sem eru sáravörurnar okkar, sem þið kannski einhverju kannist við, sá að síðan 2001 þá var Primex að vinna með fyrirtækjum í Bandaríkjunum og Bretlandi með að þróa kítósan í sáravörur. Það gekk mjög vel, það samstarf, og þeir eru ennþá okkar bestu kúnnar og svo fórum við náttúrulega okkar vísinda fólk að velta fyrir okkur hvað við getum gert til að fara ofar í virðiskeðjuna og skapa og þróa okkar eigin neytendavörur. Og eftir 10 ár og blóð, svita og tár, þá var til Kítocare Medical. Og það sem sagt lækningatæki skráð í flokki 3, sem hæsti flokkur, riskflokkur, og sem þýðir að það má setja þetta inn í opin sár. Og auk þess það dregur úr örmyndun, verndar gegn sýkingu, dregur úr sviðaróð og kláða, græðir brunasár, sólbruna, virkar vel á útbrot og flugnabit og dregur úr húðbólgum. Og sjáum við svona dæmi stelpu sem var sólbrennd, bara sjáum hvernig þetta virkar, hvernig kítósan virkar á húðina, og filma sem myndast á húð, hún hægir á vatnstapinu sem annars á sér stað eftir sólbruna og róar húðina og kælir. Og eftir þá rannsóknarvinnu sem fór fram innan fyrirtækisins, þá fórum við að sjá hvað kítósan hafði mikil og góð áhrif á húðina almennt.
Þannig að við fórum að þróa snyrtivörur eða húðvörur og það er svona, já, cirka 8 ár síðan sú þróun byrjaði og fyrstu 2 vörurnar koma á markað 2018. Og það eru þessi virkni, þessi virka virkni sem hefur áhrif í beautyvörunum eða húðvörunum og það er eins og, þú veist, dregur úr bólgum, þetta hefur kælandi áhrif og er mjög rakagefandi sem skiptir miklu máli, sérstaklega þegar litið er til að draga úr öldrun húðar. Og þannig að við notuðum sömu tækni sem var til við þróun á lækningatækinu Ketocare Medical til að gera húðvörurnar. Við erum með einkaleyfi á Ketocare Medical sem formúlu. Við erum með einkaleyfisvarinn Ketosan Complex sem við notum í húðvörurnar og það eru þessi sama virkni. Við höfum fengið mörg alþjóðleg verðlaun fyrir húðvörurnar og heilbrigð og náttúrulega falleg húð er að sjálfsögðu okkar markmið með þessari framleiðslu og þróun. Og það sem Ketocare Beauty gerir fyrir húðina, að mynda film og verndar hana, er öflugur rakagjafi og andóksunar Ketosan er mjög ríkt af andóksarefnum og þar með dregur það úr öldrun húðar. Auk þess þá hafa vörurnar reynst vel fyrir viðkvæma húð og því að það stuðlar og dregur úr, ekki stuðlar, dregur úr ertingu. Öll okkar þróun og framleiðsla fer undir gæða og vísindalegar klínískar rannsóknir. Og við höfum látið gera á vörunum og fengið mjög jákvæðar niðurstöður hvað varðar húðraka, þéttleika og minnkun á fínum línum og hrukkum. Síðan erum við sem sagt með, við erum með þessar í Ketocare línunni, það eru sáravörurnar, það eru húðvörurnar og svo erum við fæðubótar efni því að fegurðin kemur jú innanfrá og við erum með sem sagt tvær vörur og húðin hún eldist þegar andóksgetan hún minnkar og við höfum sem sagt bæði klínískar rannsóknir á sem kalla okkar standard liposan trefjar og hair, skin og nails, en þar kom fram í klínískar rannsóknir mikil aukning á raka og þannig að það er alltaf að verða svona meira og meira kannski, getur maður sagt trend að taka bæti efni sem virka þannig að já, við getum sagt að fyrir húð og heilsu, heilsu húðar. Og við létum gera klíníska rannsókn á hair, skin og nails og eins og þið sjáið eftir 3 mánuði þá kemur effektin. Þetta er ekki Photoshop, sko, bara alls ekki. Sko, kemur þetta, já. Þannig að sú niðurstaða hún var mjög góð og hefur líka fengur góða niðurstöðu líka fyrir hár og neglur en sérstaklega fyrir húðina. Þannig að þannig að markmiðið okkar er að stunda vísindalega nýsköpun sem stuðlar að heilbrigði, náttúru og fallegri húð. Þannig
Einhverjar spurningar? Við erum að selja Kít og Kér, Beauty og Medical allt land, öllum apótekum, Hagkaup og sérverslunum. Við erum að hefja sölu í Kína bara fyrir 2 vikum og erum að semja við dreifingaraðila vítt og breitt. Við erum með, í veltu erum við með tæpar 700 milljónir 2021, 2022 stefnir í milljarð. Þannig að það er greiðlega vöxt. Við höfum bara verið nánast með sjálfbært fjármagn. Við höfum fengið nokkra styrki frá AFFS og Tækniþróunarsjóði en við höfum að langstærstu hluta fjármagna þetta sjálf. Eða Róbert sem hluthafi? Nei. Primex er sjávarlíftækni fyrirtæki í eigu Ramma á Siglufirði. Já, það eru 2 líftækni fyrirtæki á Siglufirði, það er annars vegar Primex og hins vegar Genis. Þú sagðir að það er sundlega hreinsefni eða hvað? Já, jú. Hvernig tengist skilin líka notuð í staðinn sótt? Staðan fyrir klór, hún er náttúrulegt hreinsefni. Já, og við erum með rannsókn sem sýnir fram á að það eru 40% minni klórnotkun ef þú ert að nota sýklar. Og það eru margar sundlaugar að nota þetta hér á Íslandi og einnig erlendis. En við höfum ekki haft bara nógu mikið mannafla í að vinna nógu mikið í þessu en erum að víkka það út. Gæti þetta orðið svona heimilslína bara fyrir bærbyggi eða? Það er góð spurning. Mjög góð spurning. Já. Við erum 20 og flest okkur eru á Siglufirði. Við erum, það eru 3 starfsmenn í sjávarklassanum í Reykjavík, 1 í Danmörku og 1 í Bandaríkjunum. Þú segist að það er nýsköpunarverðlaun 2012. Já. Heyrðu, við byrjum að framleiða 99. Já, þetta tekur allt þetta, þessi vegferð hefur kennt mér ómælda þolinmæði sem var ekki til áður. Heyrðu, við fáum alla skel sem til fellur nema frá Búlangavík. Það er það er Siglufjörður og Sauðárkrókur, Hólmavík, Skagaströnd. Ég get bara ekki svarað því. Já, algjörlega. Þetta var úrgangur og út af það gengur nýsköpunarverðlaunin á sínum tíma að okkur tókst að vinna verðmætt efni úr úrgangi og ná árangri á markaði. Er þú stofnandinn eða? Ég er ekki stofnandinn en ég er búin að vinna hjá fyrirtækinu í 21 ár. Já. Góð spurning. Ég þekki Bryndísi, sko. Hafið eitthvað fæst í því að með umbúðum? Já. Þá ertu að tala Það sé umbúð sem setja
átt að vinna áfram. Þú ert að taka af þetta sem annars hent, þannig að það sem að umbúðunar nota síðan áfram í eitthvað annan skipning, að halda áfram. Já, við erum stanslaust náttúrulega að skoða það og það pláss sem við notum, þú veist, í túbunar, það er hérna eins umhverfisvænt og pláss getur verið, það er endurvinnanlegt, en við erum að þróa svona svokallaða high-end línu og hún verður í gleri. Þannig að auðvitað erum við alltaf að endurskoða það. Því að auðvitað viljum við vera eins náttúruleg og hægt er. Hvað með önnur efni í temanum? Því er eitthvað annað þegar þið nýtt frá Íslandi? Heyrðu, já, það er nú bara gaman að segja frá því að við erum að nýta eins og í Hairskilin Nails, þá erum við að nýta hérna frá henni fítu, silikona og hérna þörunga frá Bíldudal og þetta eru opbóðslega, þessi efni eru komin saman, þetta eru opbóðslega öflug efni og íslensk fæðubótarefni. Ég er búin að fara á þessum langa ferli mínum hérna víða veröld og skoða verksmiðjur, skoða framleiðslu og íslensk fæðubótarefni, þetta er heimsklassa efni, algjörlega. Þannig að hvað varðar hreinleika og virkni, gæði, alveg. Ég hef ekki spurning, ég ætla bara að rósa ykkur fyrir vöruna, verkefni, fyrir að þróa vörur sem við nýta úrgang í framleiðslu þessar vöru. Mér finnst stundum að ég er mikið í nýsköpunarumhverfi, oft er talað fyrirtæki sem nýta, það er ekki oft nefnt, ég veit ekki af hverju, en það er alveg jafn gott að hluti væri álíka stór, þannig þegar ég bara hróskilni og meira aðeins. Takk fyrir það, Fíta. Takk. Þá bara þakka ég innlega fyrir mig og eigið þið góðan dag. Takk hérlega fyrir þetta, Sigga. Ég veit ekki fleiri nálagskonum. Þá er ég alltaf með túbek í á Bæjarvíki og það er bara held ég allir á heimilinu að fá að nota kremið. Þannig að ég er búin að vera svolítið smitandi og Sigga með þessum flottu vörur. En næst ætlum við að halda okkur á Norðurlandssvæðinu og hún Agnes, framkvæmdastjóri Brugsmeira kalda, ætlar að tala að láta vaða. Jóhanna. Erum við með eitthvað bakgrunn ef hún er ekki með glærur? Allt í góðu. Við vinnum þetta. Allt í góðu. Eða ekki? Jú. Jú, herri, gerum það. Það er bara mig. Eða ekki? Sjá, hvað hérna? Já. Jú. Rettum okkur. Hérna. Svona, höfum hérna. Læsilegt. Takk fyrir. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur allar hérna og takk fyrir að bjóða mér. Ég ætla bara aðeins að segja ykkur frá mér sjálfri fyrst og svo þessu fyrirtæki mínu sem ég er búin að koma mér út í. En ég er fædd og uppalin á Árskógssandi og hef alltaf búið þar. Og segi alltaf að þessi hvergi eins gott að búa eins og Árskógssandi en ég hef enga samanburð þannig að
Það ekkert að marka mér alltaf, sko. En allavega hef ég ekki getað hugsað mér að flytja fram að þessu. Ég ólst upp við, raun og veru, foreldrar mínu voru við sjómennsku, eða faðir minn, og var með útgerð, þannig að ég ólst upp við svona samheldin fjölskylda að vinna við útgerð. Ég var mjög ung móðir. Ég var 13 ára þegar ég átti mitt fyrsta barn og 39 ára þegar ég átti mitt yngsta. Þannig að svo tenging. En ég var mjög ung sem ég átti mitt fyrsta barn, en það var nú eitthvað sem ég ætlaði ekki að endilega tala um í dag. En ég kynntist manninu minn mjög ung og hann kemur frá Grindavík og er einnig sjómaður eins og flesti mínir bræður og forfeður. Og pabbi sá það fljótt að það var nú ódýrara að hafa hann í fullu fæði heldur en að borga símareikninginn. Þannig að hann bauð honum fljótt að koma heim og vinna heima. Þannig að við áttum bara mjög notelt og gott líf saman. Og vorum orðin 6 manna fjölskylda og allt var bara yndislegt og ég gat bara unnið í mínu fiski og þurfti ekki að vera að hugsa mikið neitt annað en bara heimilið og mig sjálfa og eitthvað svona og börnin. En svo var það þannig að maðurinn minn lenti í slysi 2003 og þá raun og veru fer allt á hliðina og þá var eiginlega bara hvað maður gæti gert. Af því þá gat hann ekki stunda sína vinnu og á Árskógssandi snýst náttúrulega allt sjómennsku, þannig að það var raun og veru eina atvinnutækifærið. Þannig að við hugsaðum okkur vel hvað við gætum flutt í burtu eða hvað við vildum gera. Ég gat ekki hugsað mér að flytja í burtu, þannig að við vorum svona opin fyrir nýjum hugmyndum. Ég ólst upp við að föðuramma mín, hún var svolítið langt á undan sinni samtíð með vatnið okkar, en hún bar mikla virðingu fyrir vatninu. Og þegar ég lítil stelpa þá mátti ég alls ekki láta vatnið renna meðan ég var að bursta í mig tennurnar. Því þetta dýrmæta vatn okkar mætti ekki fara í vaskinn að óþörfum. Þannig að hún var mjög svona snemma sem hún talaði mikið um vatnið og það var í raun og veru, ég ólst upp við það að vatnið væri, við þyrftum að bera mikla virðingu fyrir vatninu. Eins og ég sagði þá meiddi maðurinn minn sig 2003. Þannig að það taka ykkur svona 2 ár við sem eru bara svona hvað er hægt að gera með líf sitt. En það var vorið 2005, þá lítið frétt í Ríkissjónvarpinu svona lítil brugghús. Ég hafði aldrei rekið fyrirtæki eða nokkuð tíma verið í eigin rekstri. En mér fannst þessi frétt bara tala til mín. Og ég er mjög hvatvís í eðli mínu og svona frekar fljótfær. Og ég bara heillaðist gríðarlega þessari hugmynd og hugsaði með mér að hér væri vatnið, sko, hér hefði vatnið einhver tilgang. Og amma segir að við höfum besta vatn í heimi, þú veist, þá getur þeir ekkert klikkað, sko. Þannig að það var eiginlega svolítið svona markmiðið að nota þetta vatn. Árið 2005 þá erum við ekki einu sinni með internet heima á Árskógssandi nema bara símalínu. Þannig að þegar við vorum að senda pósta til Danmerkur að ræða við þennan bruggmeistara þá krossaði maður putta, enginn myndi hringja á meðan því þá náttúrulega slitnaði allt bara, sko. Þannig þetta er svo ótrúlega stuttur tími en samt svo mikið búið að gerast á stuttar tíma. Viku seinna erum við komið til Danmerkur að ræða við þennan meistara sem var í sjónvarpinu en hann talaði hvað svona lítil brugghús væru orðin vinsæl út í Evrópu. Og það voru engin svona lítil brugghús á Íslandi, þannig að mér fannst þetta að vera svona, kannski kjörið tækifæri að gera eitthvað nýtt. Mér fannst náttúrulega bara mikið og stórt að fara til Danmerkur, því ég hafði aldrei farið til Danmerkur á þessum tíma og bara það að koma börnunum sínum í pössun og fara þangað út fannst mér náttúrulega bara stórt verkefni. Þannig að það er ýmislegt sem maður er búin að læra á þessum 17-18 árum. Því það er nú ekki mikið mál að koma börnum í pössun í dag finnst mér, með hvernig þetta var þá allavega. Það hefur margt svo breyst. Við heillumst gríðarlega þessari hugmynd og það var í raun og veru ekkert aftur snúið. Við komumst að því í þessari ferð að þeir sem áttu svona lítil brugghús í Danmörk og þeir sem tengdu sér til Tékklands,
þeir voru einstaklega ánægðir með sitt, hvort sem það var varan eða tækin eða hráefnið. Og þannig að þegar við komum heim, þá fórum við á fullt í raun og veru að koma okkur í tengingu við Tékklands. Og ég veit ekki hvort að það sé að vera svona hvatvís, en ég einhvern veginn, ef mér vantar eitthvað, þá hringi ég bara alltaf beint. En það var bara að reynda að finna eitthvað símanúmer hjá okkur ræðismanni sem heitir Þórir. Þannig það var bara hringt í hann, bara vilt þú hjálpa okkur að fá alla tengingu þangað. Það var bara alveg sjálfsagt og gekk bara mjög vel. Við höfum eins og ég sagði áðan aldrei rekið fyrirtæki, þannig að við fórum til Impru hérna á Akureyri. Það var rosalega góður skóli og bara ótrúlega gott að geta nýtt sér þessa þekkingu sem til staðar eins og hjá Impru, bara hvernig á að reka fyrirtæki, hvað á að taka inn í dæmið, þegar það sé sem minnst en kemur manni óvart, þó svo að koma manni ótal hlutir óvart kannski. En þetta náttúrulega rosalega svona kallalegur heimur, bjórframleiðsla, en ég hugsaði strax með mér að ég ætla að vera ábyrgandi í þessum heimi og ég ætla bara að gera þetta þannig að það sjáist að sé líka kona í brúnni. Við létum sérsmíða fyrir okkur tækin í Tékklandi og það eru einstaklega falleg og góð tæki og við ákveðum að hafa þau, ég með svona kopar útliti og það var eiginlega svo að fólk sem kæmi í verslunina sæi það að hér væri líka kona í brúnni en ekki bara eitthvað svona stál og kallalegt umhverfi. Þannig að markmiðið var alltaf að sæjist að það væri bæði kynin sem myndi stjórna. Við ákveðum strax að fara ekki í samkeppni við risana 2 sem voru fyrir á Íslandi, en fyrir voru bara Coca-Cola og Pepsi og náttúrulega 2 risavaxnir einstaklingar eða fyrirtæki. Þannig að þetta var svo sem ekki auðveld ferð og gekk rosalega erfiðlega að fá fjármögnun í brugsmiðjuna sem byrja með. Það þurfti náttúrulega að byggja húsið, láta smíða öll tæki og tól út í Tékklandi, ráða til sín færasta bruggmeistara sem völ væri á. Það þurfti að brugga bjórinn, senda 2 flöskur í ÁTFR og þá myndu þeir ákveða, ætlum við að selja eða ekki. En það þurfti alltaf að vera komið þegar, þannig að það var auðvitað ekkert auðvelt að fá fjármögnun. Það gekk rosalega erfiðlega. En það tókst með því að bara selja allt sem við gátum selt, veðsetja húsið sitt, veðsetja húsin á foreldrum okkar. Við náðum því í gegn. Þannig að það var bara þessi leið var bara farin. Það var eina leiðin ef við ætluðum að koma þessu upp. En sem betur höfðu nokkrir trú á okkur og lögðu í þetta með okkur. En það var svolítið hugafarið á þessum tíma, árið 2005, að ef við vildum vera í Reykjavík þá myndi þetta nú kannski sleppa og Akureyri þá myndi þetta líka kannski sleppa, en að vera út í sveit með eitthvað svona var ekki góð hugmynd. En ég reyndi alltaf að selja þeim að það væri í raun og veru okkar styrkur. Það væri okkar styrkur að vera út í sveit. Þannig ég leit alltaf á það sem svona tækifæri. En við réðum til okkar bruggmeistara sem heitir David Massa og sáum til þess að hann myndi kenna sín okkar og þegar hann sonur minn orðið 16 ára þá byrja hann að brugga. Þannig að þegar David vildi fara heim þá tók sonur minn við. Við fáum allt hráefni frá Tékklandi og þar það er að kaupa hráefni bjór á ýmsum verð og gæðaflokki og kaldið bruggaður úr hæsta gæðaflokki sem hægt að fá í byggi fyrir bjórframleiðslu. Og við bætum sykri og hann ekki gerisneytur og engin rótardefni. Og það var í raun og veru til þess að vera ekki eins og þessi 2 risar, vera með annars konar bjór. Með því að bæta ekki við sykri í okkar bjór, þá erum við mun lengur að bruggan. Við erum svona 4 vikur að brugga kalda. Ef við myndum setja sykur, þá ertu kannski 14 daga bruggan, þannig að það munar mjög miklu. En með því að vera svona lengi með hann í gerjun, þá myndast líka kolsýran af náttúrunnar hendi, þannig að við þurfum heldur ekki að vera að gefa hann kolsýru. Þannig að bjórinn eins hollur og í raun og veru hægt miðað við alkóhól. Við náttúrulega búum við þannig að við megum ekki auglýsa okkar vöru,
en við getum nota Instagram og Facebook, en það má ekki auglýsa náttúrulega alkohól. Þannig að það svolítið sérstakt umhverfi. Við byrjuðum með 180.000 lítra framleiðslugetu, en við opnum í raun og 2006. Þannig að frá vori 2005 og opnum í september 2006, þá var byggt hús og allt smíðað og gert. Í dag gætum við verið með svona 600-700 lítra, þannig að þetta er bara að stækka mikið á þessum árum, á 17 árum, og við erum svona 15 sem erum að vinna þar. En það var 2008 sem við vantaði svo að komast í frí og ákveða að fara til Tékklands og kíkja hans á David, minn gamla bruggmeistara. Þá býður hann mér í bjórbað og þá var náttúrulega bara að vera í svefnlaus og eftir, sko. Ég bara, það verður að koma heim, sko. En ég hafði hvorki fjármögnun, orkuna til að fara í þetta, en mér langaði þetta ótrúlega mikið. Og mér fannst ég alveg missa svefn út af þetta. Að þetta var svo unaðslegt, það var bara hráefnið, svo gott sem það liggur í. Þetta eru svo holl efni sem líkaminn að fá að njóta, bæði fyrir húð og hár og líkamann bara allan og ekki síðst fyrir bara hausinn á manni. Það talaði um að rómverska konu til forna hefði baðað sig úr bjór til þess að halda sig fallegum. Þannig að mér fannst þetta allavega gríðarlega heillandi. Og fór svona tvisvar eiginlega á stað, svolítið svona með þetta, en bakkaði einhvern veginn alltaf að ég fann að ég hafði ekki, að ég náttúrulega varð að hugsa vel bruggsmiðjuna kalda. Ég mátti ekki láta einhvern veginn það trufla. En það var 2017 sem við opnuðum bjórbúðin. Hugmyndin raun og veru fæðist 2008 og 2016 þá fæ ég son minn og tengdadóttir með mér í lið að reisa þessi böð. Og það var mikið lagt upp úr að nota timbur og svona náttúrulega efni í bæði umhverfinu og böðin sjálf eru smíðuð í Þýskalandi úr Kampala sem kemur frá Ghana sem einstaklega ljúf og góð ker. Það eru 7 ker hjá okkur. Við notum bjór helst í alla matagerð. Hamborgararnir eru í staðinn fyrir að nota vatn, þá er alltaf notaði bjór. Þannig það er í flestum okkar mat notaði bjór. Bjórbúðin eru 5 ár í dag, þannig þetta hefur bara verið alveg ágætt kambos, eða verið svona, já þetta er bara að spila vel saman þessi 2 fyrirtæki og það er svona það bil 15 mann sem vinna þar líka. En leiðum við nú búin að opna spaðið, þá kom það til ljós að það vill enginn keyra heim. Það er bara, hann keyra á staðinn en ekki heim. Þannig þá var strax fara huglega gistingu. Svo var það núna í vetur, þá kom gamall fiskhús til sölu heima. Og Agnes Kvatvísa og Fljótvörn. Þá náttúrulega var farið að reisa gistingu, kaupa þetta hótel. Kaupa þetta fiskhús og breyta því í hótel. En í dag erum við búin að opna lítið hótel með 5 herbergjum, góðan veitingarsal, tekur svona 50-60 manns og fallegt lobby og getum verið með svona 16 herbyggi. Þegar tími og orka í dag erum við með 5. Það er bara fínt, eins og Þannig í dag erum við svona 35 mann sem vinnum þar og í öllu þessu saman. Og njótu þess bara að drekka og baða okkur í bjór. Nei. Við erum öll edrú í vinnunni. Ég lofa. Já, það er alveg þannig. En kannski bara, mitt innlegg í bara að við getum alltaf breytt sögunni og við getum alltaf látið vaða eða ætlum. Og eins og með bjórheiminn, þetta er svolítið svona þessi kalla heimur. Hann þarf ekki að vera það. Og við höfum bara að láta vaða ef við höfum áhuga á. En ég vissi ekkert bjórframleiðslu og bara ekki neitt. Og sko 2006 þá var engin dökkur lagerbjór til í ÁTVR.
Það er bara til Guinness. Það er engin dökkur bjór. Þannig að sagan hefur breyst svo rosalega á svo stuttum tíma. Bara yndislegt að vera með ykkur í dag. Er eitthvað sem þið viljið spyrja mig eða er þið bara, viljið þið fara að komast í kaffi? Já, takk. Sömuleiðis. Já. 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 Og gistingu, Mhm. og þá hugsa ég sem bara svona þetta aftur. En minna, þetta Ég er 52 ára. Verður 53 ára í desember. Og það er næst elsti sonur minn sem er orðinn bruggari. Elsti sonur minn kom með nafnið, Kaldi. Það var eiginlega þrennt sem hann sá fyrir sér. Bara hvar við búum, það er Árskógsandur eða Ísland, það er bara kalt hjá okkur. Hann var að vitna í veðurfræðina því að uppáhalds sjónvarpsefnið mitt var og er kannski enn, það er veðurfræði. Ég má aldrei missa af, það var alltaf snýðist hvort að pabbi eða kallinn kemist á sjó og það var allt svo spennandi að vont veður því þá var meiri líkur að menn væri heima. Þannig að ég finnst alltaf pínu gaman þegar það spáir illa og ég tala með þess að veðurfræðingana í gegnum sjónvarpið. En ég horfi voða mikið á veðurfræði og hann var að vitna í stinningskalda en norðankalda og svo fannst honum vera óskaplega köld að ætla að veðsetja okkur alveg bara fyrir haus til þess að fara að brugga bjór. En ég á 5 börn í dag og öll nema yngsti sem er bara 13 og tengdadætur mína, já, þær tengdadætur eru svona að vinna og með puttan í þessu með mér. En ég kom í stóran hóp af fólki. Þannig kannski ekki ég bráðum farið að yfir tilbaka. Fáum bara bjór. Slaka á. Já, takk fyrir það. Hann er allavega eins svona hollur og hægt er með því að vera ekki að bæta við auka og bæta ekki öllum þessum aukaefnum í. Ef þú komið bjór með mér, erum við ekki bara góð? Eða góðar? Eða ekki? Takk. Já, sorry.
Svo, við skulum sjá. Ég er einhvers staðar hérna. Reyna, já. Participation, ég er hérna. Og þá er hún attendee og hún er Kata, hérna. Katrín. Nei, hún hérna Kaja, hvert áttur er dóttir? Kaja, sjá. Það er Katrín Níels, Jónsdóttir, já. Katrín og Katrín hérna. Hvernig kemur, veistu hvernig hún kemur? Jú, Hvað heitir hún? Bara Katrín? Karin Jónsdóttir. Nú Karin. Já, hérna ég held hún sé ekki komin. Hún er ekki komin inn, hún Nei. er að fara inn fyrst. Já, hún er búin að loka sig, þetta hleypin inn sem host, sko. Og ég geri það leið og hún kemur inn sem gestur. Ok, ertu búin að gera join eða ertu í biðstofunni? Já. Er hún í biðstofu? Það getur ekki verið, hún á að fara beint inn. Er þetta saman líkur að vera gerð? Það held ég. Það eru Já. allir hérna inni, sko. Það er allavega allir inn á þeim linki, sko. Katrín, Kata. Nei, ekki sem við prófum, heldur sem hún sendi hún Sif. Það Sif sendi á okkur. Sendi ég á okkur link. Sendi Sif, hver sendi Arna, kannski, sendi Arna. Ég sendi á okkur allar, sko, Já, linkin, en ekki lengra, sko. já, ok, ertu með linkin að Þá hefur hún ekki, náttúrulega slemti, hún hefur ekki komist inn. Ég veit ekki hvert ég sendi þetta svo, sko. Já, hún þarf að fá linkin sko inn á þessa ráðstafni. Ég held að þetta verður búin að senda henni. Ef þetta ég ætla að kíkja þess á Senda hana bara linkin sem ég sendi á ykkur. Já, býta þess Karin. Það senda þér.
Það voru komin 5 like á vantilega. Viljið þið sér glæru? Fullt á viljum. Já, þetta var bara leið og svona fyrir að ganga, ekki alveg síðast. Má sjá koma eitthvað nú. Getið þið mjútað okkur aftur? Svona, ok, hvað segið þið? Þið búin að mjúta okkur? Einhver start video. Kemur eins og sé, hún getur það ekki.
Krakkar eru búin að næra sig. Næst ætlum við að fá erindi frá Suðurnesjadeild. Það Anna Björk Theódórsdóttir, stofnandi Oceans. Þið veit svo vel. Halló, heyrst í mér? Já. Bara takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur í dag. Ótrúlega skemmtilegt. Ég heiti Anna Björk og ég stofnandi Oceans. Oceans veit ekki hvort ég að skipta þarna. Oceans tæknifyrirtæki og tækni- og hugvitsfyrirtæki og við erum að þróa Bloomberg fyrir sjávarútveginn. Við erum sem sagt að gerist ekki neitt. Það var þessi skorti. Þetta. Svo breyta. Það eitthvað skrítið. Já. Já, Geggjað. Takk. Tæknilegri örn. já, og við erum sem sagt að þróa Bloomberg fyrir sjávarútveginn. Við erum að safna markaðsgögnum og öðrum svona áhrifavaldandi gögnum í sjávarútvegi og við erum að samþætta þau og við erum að búa til upplýsingar og lykilmælikvarða með nýjustu aðferðum í gagnavísindi og gervigreind. Og sko þannig að öll virðiskeðja sjávarútvegs getur þá komið og fengið stöðu, þróun og líklega þróun á því sem að gerast á markaði og þetta á við á alþjóðavísu. Og af hvernig stendur á því að ég hér? Það þannig að ég alin upp í Garðinum og að hluta til reyndar í Grímsby, var nú þar á verbúðarárunum og foreldrar mínir voru með fiskvinnslu og amma mín og afa undan þeim og það þannig, eða var allan þannig í mínu tilfelli að ef að foreldrarnir eru með fiskvinnslu og þar eitthvað að vera, að þá ert þú þar, hvort sem að þér líkar það betur eða verð. Þannig að ég vann hjá þeim með skólanum og kvöldin og helgar og á sumrin, bara frá því að ég gat vettlingi valdið, eins og ég segi. Svo þegar ég tvítugt að þá flyt ég til Danmörku, fer þar með eitt lítið barn að læra dönsku og fer svo í háskólanám og læri byggingafræði og var að vinna tíma á arkitektastofu til Danmörku en mér langaði að vera í verkstýringunni. Mér langaði að vera á byggingastaðnum og svona það sem aksjónin var og var svona að falast eftir starfi á þeim vettvangi og það gekk bara ekki þrátt fyrir að komast í mörg viðtöl og svo þegar að valið var á milli kannski mín og einhvers annars að þá fékk ég ekki starfið af því að ég var ekki með neina reynslu á byggingastað, ég var ekki smiður eða með einhverja iðnmennt. Svo flyt ég aftur nú til Íslands eftir 9 ára dvöl í Danmörku, þá með 2 börn og háskólagráð í vasanum og svolítið spennt að hefja líf á Íslandi og og á þessum tíma komin með starf hjá stóru ferðaþjónustufyrirtæki hérna á Íslandi og var svona nokkuð spennt fyrir því og það var mjög skemmtilegu tími og ég kynntist alveg fullt af frábæru og skemmtilegu fólki en það var samt þannig að þrátt fyrir að félagsskapurinn var góður að þá svona voru einhvern veginn verkefnin ekki alveg að kveikja í mér í vinnunni þannig að ég fer svona aðeins að hugsa mér til hreyfings og hugsa með mér sko ok, en mér langar ekki að fara í aðra svona vinnu og þá átti ég við sko að mér langaði ekki að fara að vinna við eitthvað þar sem ég var bara svona að stimpla mig út og eitthvað og mér var svona eiginlega alveg sama. Mér langaði að gera eitthvað svona já, ég brann fyrir, þannig að ég fer að hugsa bara, ok, hvað langar mér að verða þegar hún stór? Og ég fer í svona naflaskoðun og ákveð að mér langar að starfa að sjávarútveg og þarna, þú veist, þetta þekki umhverfið, þetta alþjóðlegt, þetta rosalega spennandi, þetta rosalega íslenskt
og það getur enginn sagt mér í sig með reynslu því ég er búin að vera viðlóðandi frá ég var krakki. Þannig að ég fer svona að svona þreifa fyrir mig varandi starf á þeim vettvangi og er ótrúlega heppin að ég fæ starf hjá ráðgjafafyrirtæki sem að er í fjármála eða fyrirtækjaráðgjöf fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi. Og þar inni á þessum tíma var greiningadeild og ég var hluti af greiningadeildinni. Og inn á greiningadeildinni var lítið þróunarverkefni þar sem var verið að safna gögnum, markaðsgögnum í sjávarútvegi og veita aðgengi á því á heimasíðu. Og fyrirtækið er Marco Partners og þetta er lítið fyrirtæki og ég finn bara strax þegar ég kem þarna inn að ég er að koma úr rosalega stóru fyrirtæki og fer inn hjá litlu fyrirtæki. Og það sem gerist þegar þú ert í svona litlu að þá veistu nákvæmlega hvað er að gerast á öllum tímapunktum, alltaf. Og maður bara fann strax hvað mitt framlag var að skila sér. Og þetta var eitthvað í fyrsta lagi sem ég kunni svona vel að meta og fílaði þetta. Og svo bara var þarna þessum tíma var nóga verkefnum þannig að ég fæ bara þetta þróunarverkefni og það var enginn sem sagði mér nákvæmlega hvað ég átt að gera. Þannig að ég fekk svona bara svolítið að hlaupa með þetta og var í raun og veru bara í vöru og viðskipta þróun með lítið verkefni sem var bara á svona háu þróunarstígi, myndi ég segja. Verkefnið vindur síðan svona hressilega upp á sig þannig að við ákváðum í byrjun árs 2018 að setja þetta inn í sérfélag og stofnum C-Data Center og ég tók þátt í að stofna það og rak það þar til það var selt í fyrra. Og markmiðið þegar við stofnum fyrirtæki var að við vildum fá fjárfesti að þessu og við vildum fá smart money og svo í byrjun árs 2019 að þá fáum við norska hugbúnaðarfyrirtæki Maritech, þeir kaupa 60% í félaginu. Og ég var alltaf með var náttúrulega búin að vera að hlaupa með þetta verkefni ykkur ár, ég var alltaf með ykkur svona ákveðna sýn fyrir verkefnið og það er í raun og veru byrjun síðasta árs að ég átti mig á því að mín sýn og annara sem tengdist verkefninu, hún var bara ekki sameiginleg. Þannig að ég bara ákvað að segja mig frá þessu og bara hjálpa Maritech að ráða starfsmann á Íslandi og yfirtaka alla ferla og svo er ég bara, mér langar bara samt að gera þetta. Þannig að ég bara stofna nýtt félag. Og ég hugsaði ok, ég vil fá eitthvað bara sterkan aðila með mér á gagnahliðina og það sem ég fannst alltaf vanta bæði með Marco fyrst þegar það var og svo með C-Data Center var að það vantaði að fá meiri svona gagnavísindi og gervigreind að þeim gagnasettum sem vorum að safna. Og þannig að ég hef samband við viðskiptafélaga minn, Brynjólfur Borgar heitir hann og við erum búin að þekkjast ég og Binni lengi frá því 2015, vorum búin að reyna að gera svona atlögu að samstarfi áður og Binni er stofnandi og eigandi Data Lab Ísland, ég veit ekki hvort þið hafa heyrt af því, en það er svona landslið Íslendinga í gagnavísindum og gervigreind samankomið. Þetta er bara hæfasta fólk í þessum geira á Íslandi í dag og þau hafa verið að hjálpa íslenskum fyrirtækjum og stofnurum að hagnýta sín innri gögn. Nema hvað, ég vildi bara fá besta liðið með mér, þannig að við Binni bara ákváðum og stofnum félagið. Og mitt hlutverk er svona að verkstýra allri þróunarvinnu og ég hef verið að þróa stefnuna og undirbúa fjármögnun. Og Data Lab teymið er svona tæknilega hryggjastykkið í verkefninu. Og þetta hefur reynst mér ótrúlega vel, eða ég hef verið mjög ánægð með þetta samstarf vegna þess að venjulega er það þannig með sprotafyrirtæki að það er kannski ráðinn inn einhver einn forritari og það hafa náttúrulega allir sína sérhæfingu og svo kemur að því að það kemur upp eitthvað í verkefninu sem er ekki innan sérhæfingarinnar að þó þetta sé klár forritari þá tekur tíma að finna út úr því. En af því að ég er þarna með landsliðið með mér að þá er mér kleift, eða gefst mér tækifæri á því að ég get dregið svona ólíka aðila inn
að verkefninu eftir því hvað við erum að gera. Þannig að ég svona að skipta inn á. Þannig að mér finnst það algjörlega frábært. Frá því að við stofnuðum fyrirtækið að þá höfum við getað hlaupið svolítið hratt, meðal annars út af þessu, en líka vegna þess að sko þó svo að stefnan hefur svona aðeins að þróast og mótast og hún alltaf að verða mun skýrari eins og oft að þá hefur sýn okkar binna verið algjörlega sameiginleg og mér finnst það skipta ótrúlega miklu máli. Ég hef gert þetta áður þannig að ég veit hvað ég vil ekki gera og ég ekki að gera nákvæmlega það sama og ég var að gera. Þetta mun meira svona advanced ef ég á að sletta á ensku. Við erum komið með prototípu og í dag erum við með mælaborð sem við erum að sýna bara bæði framboð og verðþróun fyrir þorsk inn á mælaborði og núna í ágúst að þá lokuðum við samning við svona það sem við köllum kjölfestu viðskiptavina, Angel Customer og það stærsta útgerðarfyrirtæki í Evrópu og svo erum við í viðræðum við íslensk fyrirtæki, framsækin fyrirtæki á Íslandi og við reiknum með að svona loka þeim viðræðum á næstu vikum áður en við förum svo að undirbúa fjármögnun. Umhverfi fyrir svona frumkvöðla með svona sprota fyrirtæki skiptir ótrúlega miklu máli og ég hef verið staðsett í Grósku í Vatnsmýrinni inn í vísindagörðum sem á vegum Háskóla Íslands. Þar saman komið fullt af flottu fólki sem bara með sín verkefni og komið mislangt og það ótrúlega mikilvægt að hafa, eitthvað sem að tengir við sem að gangi í gegnum, af því þetta fólk auðvitað að gangi í gegnum það sama og ég og það einhvern veginn skiptir máli og þetta svona í fyrsta skipti sem ég upplifa að ég sé ekki bara í Kína eða eitthvað og enginn skilur. Inn í vísindagörðum líka klakið, það var áður Startup Reykjavík og þeirra hlutverk svona svolítið að þau eru með þessa hraðla sem að ef fólk með einhverjar hugmyndir að þá að gera að skoða það og þau hafa verið að tengja saman svona frumkvöðla og fjárfesta. En það skiptir auðvitað miklu máli að fjármagna svona sprotafyrirtæki, sérstaklega hugmyndin góð og sko það hefur nú svo sem komið fram hérna í dag að það svona tækifærin á Íslandi í kringum það töluverðir. Það mikið af styrkjum sem hægt að sækja og bæði hjá Rannís fyrir stór verkefni. Ég til dæmis var búin að vera dag og nótt síðan í ágúst að setja saman umsóknin í Tækniþróunarsjóð og svo myndist einhver á kvennasjóðinn, styrkur til kvenna í atvinnurekstri, svo Íslandsbanki verið með styrki, þannig að það bara alls konar möguleikar fyrir utan fjárfestana. Og svo finnst mér líka bara eins og að vera þarna í Grósku, nú viðskiptafélagið minn þar og ég búin að sitja inn í vísindagörðum eins og ég sagði og var núna fyrir 2 vikum að flytja inn til datalaba því að við erum að vinna náið saman. En það skiptir auðvitað miklu máli að hafa stuðningsnetið vegna þess að þetta ekki auðvelt og maður getur reiknað með því í svona að vera annarkvort launalaus eða á mjög lágum launum í eitthvað tíma. Þannig að maður þarf að vera tilbúin í það og aðlaga lífstílinn að því. Ég persónulega sjálf til dæmis seldi húsið mitt og keypti mér litla íbúð. Ég bíllaus og var á föstudagskvöldu daginn að rosalega hamingjusöm á okkur baunaútsölu í Netto, þannig að þetta alveg svona sko. En að sama skapi að þegar maður svona frumkvöðl þá tíminn maður stýrmætasta svona asset eða auðlindin, þannig að maður auðvitað að nýta tímann vel. En þetta líka þá þannig að eins og hjá mér að þetta langi vinnudagar, þetta 10-12 tímar, þetta nánast allar helgar, ég fór ekki neitt sumarfrí og þannig að maður þarf svona svolítið að brenna fyrir þetta, maður þarf langa að gera þetta til þess að leggja þetta á sig. Og af hverju ég þá að þessu? Sko, í fyrsta lagi þá
bara mér langar að gera þetta. Mér langar að gera þetta verkefni. Mér finnst það spennandi, þetta er svona aðeins öðruvísi, þetta er nýtt og ég tel að það sem við erum að gera og þeir mælikvarðar og það er upplýsingar sem við erum að búa til og lausnin sjálf, þessi hugbúnað sem við erum að þróa á eftir að hafa verulega áhrif, ekki bara á Íslandi heldur á alþjóðavísu, þannig að mér finnst að ég sé að gera eitthvað sem skiptir máli og eitthvað sem að sko, og þetta sameinar svolítið, þú veist, sjávarútveginn, tækni, hugvit, frábært fólk. Ég hef verið ótrúlega heppin bara í gegnum allt ferlið að bæða kynnast og hitta og vinna með ótrúlega bara skemmtilegu fólki og hvað sem að það er, hvort að það sé eitthvað beint samstarf eða hvort þetta sé eitthvað viðskipti eða hvernig það er, þannig að það finnst mér líka skemmtilegt. Og þú veist, og svona á endanum þá er þetta einhvern veginn, þú veist, mér langar einhvern veginn að geta einn daginn bara, þú veist, bara einhvern veginn skilja eitthvað eftir mig, bara já, heyrðu, þú veist, bent á eitthvað og sagt, heyrðu, já, ég tók þátt í að gera þetta. Og það er einhvern veginn þetta sem að drífa mig áfram í þessu. Og þú veist, ég er einhvern veginn alveg, ég er bara að fara að gera þetta, ég veit það, en það er ekki garantí og þú veist, maður þarf bara að þora til að skora, þetta er alveg bara þannig. Það gerist ekkert, það er ekkert sem, þú veist, þannig að, já, þetta var svona það sem ég vildi segja í dag, já, og ég bara þakka fyrir mig. Eru eitthvað spurningar? Já. Hvað ef ég væri með sjávarútvegsfyrirtæki, það myndi ég og ég kannski með eitthvað skip, hvað myndi ég eða vera kaupfisk, hvað upplýsingar myndi ég vilja? Þú myndi vilja vita hvaða af þessari tegund sem þú ert að veiða, hvað er að koma mikið magnin á framboði, hvernig getur þú reiknað með að verðin sé að þróast, hvaða vöru áttu að vera að framleiða, hvenær áttu að vera veiðina fisk, veiða kvótann sem áttu að vera veiða núna, á meðan að það er að flæða inn fiskur frá Noregi eða áttu að vera veiðan seinna þegar minna magn og það er líklegt að fá hærra verð. Hvaða vöru áttu að vera að framleiða úr þessu? Hvernig eru gengi gjaldmiðla að hafa áhrif? Hvaða, þú veist, pakningastærð áttu að vera með? Áttu að vera að frysta fisk, áttu að vera með ferskflök eða saltfisk eða til þess að sem sagt hámarka verðmæti afurða. Þetta snýst um það. Já. Þetta semst að þú ert að optimera allan markaðinn. Já. Það tengja saman gögn. Já. Já. Og það er enginn að gera þetta í dag, bara þannig að það kom fram að það er enginn að gera þetta í dag. Það eru hægt að nálgast hérna auðvitað mikið af þessum upplýsingar sem ég er að safna saman á mismunandi stöðum, það er enginn að taka öll saman á eitt stað, það er enginn að samþætta það, það er enginn að nýta gagnavísindin með þeim hætti sem við erum að gera. Við erum í rosalega miklum svona predictive pælingum hjá okkur, það er enginn í því, þannig að við erum núna við að þróa það sem við kallum veiðispána, þannig að alveg svo þú fer inn á veður.is og sér, já, hvernig verður veðrið á morgun og hinn, þá ætlum við að spá fyrir svona miklu magni verður landað á morgun og hinn, 7 daga fram í tíman, niður á skip og höfn og við erum byrjað að spá í Noregi. En getið þið náða að tengja þetta einhvern nátt svona sjálfbærni og sko Já. stýringu á? Já, við erum með áformum það, já. Þá erum við að pæla mikið í olíunotkun og kolefnisspori. Og nýtingu á auðlindum? Já. Þetta er alveg bara grand vision, sko. Ég átta mig á því, en við erum bara bæði með teymi og svo erum við með plan til þess að útfæra það, þannig að. En ekki misjafnt eftir heimshlutum? Hvað er til að gögn? Jú, aðgengi að gögnum eru þetta misjafnt og en mín reynsla er sú að það er að aukast og sem er auðvitað gott fyrir svona einhvern gagnasafnara eins og mig, fyrir svona hinn almenna spilara, þá er þetta oft þannig að fólk eru að upplifa þetta data overflow eins og kallast, það er bara ómikið af gögnum og fólk hefur enga tíma til að vera að standa í þessu, sko. Þá kem ég auðvitað sterk inn. En það er, jú, auðvitað misjafnt og svo er til dæmis eins og
Á einhvern tímapunkti var ég að safna gögnum frá Rússlandi til dæmis, nú er það ekki. Og Kínverjarnir eru stundum skrúaði frá krananum stundum fyrir. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem við ráðum ekki við, en við getum alltaf unnið með eitthvað ákveðna forsendur, sko. Já, takk fyrir. Það byrjaði að hrósa bara fyrir að vera svona flott og segja og fylgja bara hugmyndin og takk fyrir mér bara að halda þessu áfram. Takk fyrir. Sömuleiðis. Já, er þá varandi byrjumsmáttlega að selja þá vökunar eða áskrift eða hvernig? Já, við sjáum fyrir, ég er ekki búin að gefa út neina verðskrá. Það bara þetta núna erum við semst að vinna í þessum þróunarsamstörfum og ég vil fá hérna 5 aðila með mér, kom með 1 stórt fyrirtæki í Evrópu og ég vil auðvitað fá íslenska aðila vegna þess að Ísland er jú hérna silikondalurinn í seafood. Þannig að og ég sé bara fyrir mér að það hérna vonandi gangi bara upp og hérna þannig að við erum að byrja bara á því og svo þurfum við bara að skoða en ég sagði fyrir mér að þetta verður svona lagskipt og þetta verður það verður lagskipt þannig að við verðum með einhvern stóra pakkan sem einhverjum mun vilja kaupa aðgangað, svo erum við einhvern annan pakka sem að er kannski á öðru verðbili og kannski einhver aðrir munu kaupa og svo kannski einhvern minni pakka sem að margir munu kaupa. Fleiri spurningar? Takk fyrir. Það starf með að fá erindi frá Vesturlandsdeildinni, en það er Karen Jónsdóttir sem talar frá Akranesi og hún talar við okkur gerðum fjárfundabúnað. Við nýtum okkur á það tæknina og gefum bolta hvert og langt sem eitthvað sem við langar að hlusta. Já, ég þarf að gera stopps hér. Já. Er hún það ekki? Jú. Komið. Heyr allir í mér. Ég heyr Óla illa í ykkur. En það kannski skiptir ekki máli. Nei. Sjá. Ég byrja bara. Nú, eins og framkom þá heiti ég Karen Jónsdóttir og bý á Akranesi. Ég rek hérna fyrirtæki sem heitir Kaja Organic og í upphafi þá átti þetta nú bara að vera lítil sæt heildsala sem var með flutti inn lífræna matvöru og við byrjum bara að selja til framleiðenda í verslanir og meira ætlaði ég ekkert að gera. En fljótlega þá var til lítil búð og það var umbúðalaus búð sem kom og var til út af markaði sem hann er á Akratorgi, Skaganum og umbúðalausa verslunin, hún byrjaði eins og þið sjáuð á myndinni frá opið á laugardögum frá 12 til 2 ef ég man rétt. Þetta var eitthvað ógurleg pröfa. En verslunin óx og dafnaði og er bara ágætis búð í dag. En COVID sá til þess að umbúðalaust er dautt, þannig að við erum bara með innpakkað. Í framhaldi
þá opnuðum við kaffihús og ástæðan fyrir því að kaffihúsi var stofnað var að þegar þú ert að selja matvöru til verslana, í verslanakeðjurnar, þá þarf að taka tilbaka það sem er útrunnið. Já. Og í stað þess að henda þessum vörum, þá ákvaði ég að stofna kaffihús og búa eitthvað til úr matvörunni. Það var svona eiginlega fyrsti vísirinn af vöruþróun. Nú, ég var á stað þar sem hvorki var eldhús og neð vifta eða nokkuð skapaðan hlutur, þannig að við ákvaðum bara að búa til hrákökur til að eiga með kaffinu. Og þegar við fluttum á Stillholtið, þá varð framleiðsluhlutin meira til. Þá fórum við í alvöru eldhús og gátum fara að framleiða það sem okkur langaði. En kaffihúsið í dag er svona fronturinn á Kæju, sem er vörumerkið. Og þar bæði pröfukerfi matvöru sem við ætlum að setja á markað og fáum feedback frá kúnnunum, þannig að þetta er svona pínulítið tilraunastofa. Og eins og já. Og í COVID þá var náttúrulega spratt framleiðsluhlutin út af því það var ekki hægt að hafa opið kaffihúsið og búðin ekki heldur, þannig að í rauninni þá sprengdu við framleiðsluhlutan upp. Þannig að í dag þá erum við að framleiða, já þið sjáu bara listan og við erum alltaf að bæta við. En ég vissi í rauninni ekkert að ég væri nýsköpun þegar ég las það einhvers staðar, því að ég var bara að gera það sem ég hafði gaman af og fannst vanta á markað og ekkert að pæla í neinu. Svo þegar ég las þetta ágætis orð þarna þá áttaði ég mig á því hvað ég var að gera, en það er náttúrulega alveg rétt. Það sem ég er að gera er það sem hefur ekki verið gert á markaði hérlendis. Og ástæðan má rekja fyrst og fremst til þess að ég er með lífræna vottun og framleiði einungis undir Evrópulaufinu. Og þess vegna er ég brautryðjandi og á flestum sviðum á því sem ég er að gera. Auk þess sem að ég er líka komið á markað eitthvað sem hefur ekki verið gert annars staðar. Og til dæmis frækeksið, ég held ég verið með þeim fyrstu sem framleiddu frækeks, það var alltaf til í Evrópu. Nú ég er að gera brauðblöndu og ég baka brauð sem er bæði glútenlaus vegan, nei þau eru ekki vegan fyrirgefið, þau eru glútenlaus og þau eru keto. Og það er bara mjög erfitt að framleiða glútenlaust og þessi brauð til dæmis fara til Bretlands, einfaldlega út af því að það er mikil gæði. Og áferðin er svona, já, eins og brauð. Nú eins og ég segi þá ger ég bara það sem ég dettur í hug og það sem mér finnst vanta á markaðina því ég vil borða lífrænt og innlend lífræn framleiðsla er að mjög litlu magni. Það er nánast enginn að framleiða nema þá ræktundi sem er þá með framleiðslu í framhaldi. Nú, auk þess að vera með framleiðsluna inn í kaffihúsinu, þá gerum við allt frá grunni í kaffihúsinu. Þetta er fyrsta afurðin okkar og ég ætla bara að sýna ykkur myndir. Þetta er súkkulaðmúsin, þetta er hrákökur, ég var með 4 tegundir hrákökum. Nú pasta, við framleiðum pasta, við vorum með ferskt pasta fyrir COVID, nú er það þurrkað. Það er mjög erfitt að keppa við innlenda framleiðslu. Það er bara varla möguleiki. Turmeng lattidrykkirnir mínir, þeir eru og þeir eru ennþá í sölu og þeir ganga alveg ágætlega og eru frumkvöðlastarf mikið. Hérna eru frækeksin, glútenlaus vegan, keto. En það sem að gerist núna eins og með stríðið í Úkraínu, þá náttúrulega hækkar sólblómaolía 35% og í frækeksinu er notuð töluvert af sólblómaolíu til þess að fá það sem keto. Þegar svona gerist þá þarf maður bara að skoða hvað maður getur gert og það sem var gert í þessu tilfelli var að við minnkum sólblómaolíun og þá fáum við lágkolvetnakeks einfaldlega út til að halda balans. Því að við ættum að fara að verðleggja mig eins og
ketakeksi, það hef ég bara verðlagt mig út af markaði. Og það það sem erfiðast við hennar business að við erum bæði með dýrt vinnuafl á Íslandi, hráefnin eru yfirleitt innflutt og það er að leiðandi í hærri kantinum. Að keppa við innflutning, það er bara erfitt, en það sem bjargar mann að Íslendingar vilja innlenda framleiðslu. Og ég á bara töluvert góðan kúnnahóp sem fylgja mér og eru á sama með og ég. Þetta er ketobrauðið sem fer alla leið til Bretlands og þá fyrst áttaði ég mig á því hver mín sérstaða var. Að þetta er ekki bara eitthvað sem allir eru að gera, þetta er mjög sérstakt. Nú, af hverju er maður í þessu, eins og hún spurði á þann, og ég veit það ekki, þetta er pínlítil klikkun, en þetta er eitthvað svona spennufíkn eða eitthvað, ég veit það ekki. En grunnforsetinn til að halda velli, það er að vera með sveigjanleika, þú þarft stöðugt að vera að tipla á tánum, þú þarft að skoða og geta breytt því sem varst að gera í dag, þú þarft að geta breytt á morgun bara til að þú lifir af. Þú þarft að vera þrjósk og mikla þrautseigju. Þú verður að hafa trú á verkefnið, útsjónarsemi og reyna bara að finna út hvað þú getur gert og hafa gaman. Útsjónarsemin, já, er náttúrulega það sem ég brenn fyrir, að hafa eitthvað verkefni sem maður getur farið með að sofa á kvöldin og vakna með lausnin á mótnana. Að hafa gaman og líka skilgreina sig, þar sem þegar ég byrjaði að framleiða þá vildi ég að þetta væri vara sem fólk vissi að kemur frá Akranesi og ég fekk myndlistamann til þess að teikna Akrafjallið, Ernu Hafnes, og þetta er eitthvað sem kosturum við að vera að gera að framleiða sitt eigið vörumerki að þú getur gert það sem þér langar. Það myndi engin innlendi framleiðandi fara að setja listaverk á meðan sem ég held ekki. Og hvað þá að taka einhverja vísu, eldgamla vísu fiskveiðar á Akranesi sem eiga rauninni ekki tengt við vöruna sjálfa, heldur þetta bara tenging við Akranes. En það er það sem ég langaði að gera, það var að markaðssetja minn heimabæ í leiðinni. Ég er rétt að byrja eins og ég segi alltaf og maður minn ekkert rosalega ánægður með það, að því maður eldast, en þættir sem stuðla frumkvöðlastarfi og það er það sem heldur manni gangandi og er búið að halda manni gangandi. Það eru styrkir frá sóknaráætlun Vesturlands, atvinnu- og fyrirtækjaráðgjöfin, tengslanetið, tenging við markaðinn og félagasamtök og það skiptir miklu máli þessi félagasamtök. En eins og ég segi, ég er ekkert hætt og ég er rétt að byrja, en ég er búin að vera í þessu 10 ár og maður að verða stundum þreyttur af því að fyrst COVID, síðan er stríð og þetta hefur allt áhrif, en ég held ég loksins að sjá fyrir endan á þessu þannig að maður nái að koma fyrirtækinu þannig á lappirnar að þetta getur við orðið starfhæft. Þannig að maður þurfi ekki að vera í því að ryksuga og skúra og bókhalda í öllum pakkanum. Það sem ég að gera í dag, svona með öllu hinu, þá ég, eins og ég segi, að reyna að koma byggmjólkinu minni, sem eina íslenska jurtamjólkin sem hefur verið framleidd á Íslandi. Og þá segja margir Heiða. Heiða var, sem Ölgerðin gerði, var innflutt pest frá Danmörku og blöndað íslensku vatni. Ég eina manneskjan sem hefur verið með, gert jurtamjólk frá grunni og þá nota ég íslensk korn og gera hana hérna í pottum. Ég með 2 20 lítra potta og hefur verið að framleiða jurtamjólk í 2,5 ár og að vera pínu pirruð á því. Því ég hef ekki tíman í þetta, svo núna erum við að leita og erum búin að finna vélbúnað sem hentar íslenskum aðstæðum og að fara í það að finna með fjármagn og ganga frá þeim hlutum þannig að við getum farið að framleiða íslenska jurtamjólk frá grunni á Akranesi. Þannig að við förum á pottunum og förum í vélbúnað og getum framleitt bæði það magn sem vantar og með þann líftíma. Og við letum náttúrulega sjáu þetta.
Þetta er jurtamjólkin, byggmjólk. Og þetta er það sem að ég er núna að stefna að koma bara í í vélbúnað. Þannig ég geti hætt þessu pottasulli. Ég er mjög bjartsýn á þetta. Þetta er búið að vera með verkefni. Ég var náttúrulega að vinna í heildsölu. Þar fékk ég svona hugmynd og ég fór að velta fyrir mig hvernig dauðanum Íslendingu dettur í hug að vera að flytja vatn frá Evrópu og Bandaríkjunum hingað yfir að því jurtamjólk er 85–90% vatn og svo er smá sett út í korn eða eitthvað annað og þetta er svona, já, þetta er það sem legið á mig í mörg ár að reyna að skilja af hverju og ég svo sem skilja í dag því vélbúnaðurinn kostar 2,5 milljarð það sem er verið að gera út í Evrópu en nema ætla að gera í pottum þá kostar það mjög lítið en það er það sem ég fór í þróunarvinnu og fekk styrk til að búa til jurtamjólk bara til að hafa skilningin og fá skilningin á því hvernig á að búa til mjólkina hvernig hráefnin hegðar sér og nú er það komið og þá ætlum við að reyna að fara í vélbúnað. Þetta er starf, ég er vonast til að næstu 12–14 mánuði, eftir 12–14 mánuði þá verði við komin í gang. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni en ef það eru spurningar þá endilega. En ég heyrði ógulega illa í ykkur þannig ég veit ekki alveg. Heyrir í mér núna? Já, nú heyri ég þetta. Er ykkur með spurningar? Svo ótrúlega mikið ævintýri. Ég er búin að keyra mörgu sinnum í gegnum Akranes og ég vissi ekki einu sinni af þessu. Nú, ok. Ég er bara að heyra þetta bara, og ég bý í Reykjavík og Akureyri, þú veist, hvernig get ég hafa mistið af þessu, sko? Það er sannlega að þú borða ekki lífrænt. Nei. Jú, ég borða lífrænt. Já, ok. Ekki íslenska framleiðslu þá, nei. Jú, ég er nefnilega vel hana. Heyrðu. En mér finnst þetta alveg stórmerkilegt sem þú ert búin að vera að gera og þetta með mjólkina. Og svo varstu með Big Kaffi líka. Já, Og hvað er það? Hvernig virkar það? Sko, Big Kaffi er til á öllum ítölskum kaffihúsum. Af því að í seinni heimsstyrjöldinni þá var náttúrulega erfitt að fá kaffi. Þannig Ítalir fóru að brenna bygg og bú og mala og hafa drukku byggkaffi í stríðinu. Og þetta er bara svona þjóðardrykkur þeirra sem datt ekkert út af kaffihúsaskráni. Af því þetta er ekkert ósvipað á kaffi og fær þetta pínu ramma eftir bragð en svo er það koffínlaust að auki. Þannig að þetta er bara haldist inni sem drykkur á kaffihúsum. Með þessa vitneskju og vitandi af því að það var að flytja byggkaffi inn til landsins og það er selt í heilsubúðum og þá náttúrulega bara ákveði, þú veist, að pröfa þetta og þetta er ekkert mál. Þetta er bara að setja bygg í ofnin og mala. Það er komið byggkaffi. Hvar fást vörurnar þínar á, til dæmis ef við erum í Reykjavík? Það fást í Hagkaupsverslunum og eitthvað í stóru nettóbúðunum, Melabúð, Fjarðarkaup, Frú Laugu og svo, já, Mý og Mu, þetta er svona fleiri svona smáverslanir. Svo er misjafnt hvað fæst á hverjum stað en það fæst flest allt sem ég er með í Hagkaupum og Melabúð. En á Norðurlandi? Á Akureyri er það þá Hagkaup og Fiskkompani er stundum með, yfirleitt alltaf með vöru frá mér og síðan er það Sauðárkrókur, það er Kaupfélag Skagfirðinga. Frábært, það var aldeilis gott að heyra frá þér. En þetta chili brauðmylsla er það ekki fyrir fisk og kjöt og alls konar? Jú, og þið verðið, ef ykkur hefur pröfað þetta, þá skulum fá okkur gellur og velta þessu upp úr gellum og borða með hindberjasultu. Það er ríkalega gott og salat. Þetta er nýsköpun. Já. En chili og hindberjasulta er mjög gott saman. Einhverjar fleiri spurningar? Já, við viljum fá meiri svona upplýsingar, en þetta er ótrúlega,
Er einhver svona sem að vill spyrja um eitthvað sérstakt? Ertu ekki með opið á Akranesi allan daginn eða ertu, fer Jú, maður á kaffihúsið eða? Búðin og kaffihúsi er eiginlega sama rými, það er opið núna virkundum frá 10 til 5, en ég lokaði núna kaffihúsinu helgar af því að ég verður að hafa tíma í það verkefni sem ég er að fara í. Já. Er byggframleiðsla á Íslandi til þess að framleiða? Já, Íslandsbygg frá Vallanesi og Vallanesbygg er algjör snilld, mjög gott og hráefnin í íslenska byggi og lífræna er út af aðstæðanum, kuldanum og þá er vaxtarhraðinn mjög hægur sem verður til þess að íslenska byggi ofboðslega bragðmikið og kjarn gott og þar af leiðandi þarftu minna magna byggi í mjólkina heldur en til dæmis er framleitt í Evrópu. Ég er ekki með nema 7,8% að byggi í lítranum á meðan Evrópa er með 10-12. Þannig að aðstæðurnar hérna á Íslandi eru alltaf aðrar. Saman með haframjöl eða hafraflögur eða havra að þeir eru langbestir. Ég hef ekki smakkað á lífrænt vottað á Íslandi en það er líka það sem skiptir máli. Lífræn vottun þá ertu ekki með tilbúin áburð þannig að jurtin fær að vaxa á eðlilegum hraða. Leið þú setur tilbúin áburð á hana þá ertu að sprengja upp vöxtinn og þá færðu svona eins og ég sé alltaf svona vaskkenndi eða bragðlausa vöru. En til dæmis ef við tökum finnsku hafrana þá eru þeir rosalega kjarngóður og bragðmiklir og það eru allt annað heldur en í fiskilhafra. Finnsku eru bæði prótínríkari og trefjaríkari, einfaldlega út af því að það vaxa hægar út af kuldanum. Þannig að þá sjáum við hvað við getum gert á Íslandi. Hvað segirðu? Já. Þá held ég að við séum bara búin með spurningarnar. Já. Og þakka því kærlega fyrir. Já, takk sömuleiðis að hafa mig. Já. Bara eigið þið gott kvöld á Akureyri. Dásamlega. Þessi. Já, getum við haft það svona? Já. Heyrðu, já, þá ætla ég samt að kynna mig fyrir þá sem að horfa okkur. Ég heiti Sigríður Hrund og ég er formaður FKA. Nei, en upptækjan komin og við erum nefnilega í nútímanum og við ætlum að horfa þegar við erum að elda eða hjóla eða synda eða liggja og þá nefnilega getum við gert 21 og hlusta. Já, landið er sem sagt eitt atvinnusvæði og það skiptir ótrúlega miklu máli að við séum að vekja athygli á og sýna fjölbreytileikann, sýna vegferðirnar okkar og þær eru Valgeir, slökkt á þér. Þær eru hlaðnar áföllum, ekki satt, þannig lærum við. Þær eru hlaðnar seglu, útsjónarsemi, þess að njóta, við erum með njóta, að því er Akureyri, við erum með ástríðu fyrir því sem við erum að gera og við erum að deila þekkingu. Það er staðreynd að íslenska konur eru ekki til. Það heitir konur á Íslandi. Og ástæðan er svo að helmingur þjóðarinnar og í rauninni helmingur af virku vinnuafli eru konur. En vitið þið hvað? Næstum því 20% af virku vinnuafli sem eru konur, það eru konur af erlendum uppruna sem fæddust ekki hér. Þannig að blöndun þjóðarinnar er hafin og hún á sér stað og ef við föttum það ekki þá erum við eftir á. Þetta ber með sér tilherjandi áskoranir og við í FKA, við eigum að hafa hugrekkið fremst og við eigum að vera leiðandi og mótandi og við eigum að segja hvernig sjáum við þetta. Við erum bara skástrætt í þessu heimsþorpi. Það skiptir ofboðslega miklu máli að konur séu sýnilegar. Að við getum orðið það sem við sjáum. Það er kona sem heitir Marian Wright Edelman og hún sagði þú getur ekki orðið það sem þú sérð ekki. Ef þú hefur ekki fyrirmyndina, þá veist ekki hvað átt að verða. Ég er ekki alltaf sammála að því að ég er með litla stelpu með mér og ég er alveg handviss, hún er ekki orðin 8 ára, ég er handviss að starfið hennar er ekki endilega til.
Þannig að ég segi aldrei við börnin mín, þú ættir að læra þetta, þú ættir að verða lögfræðingur eða læknir eitthvað. Ég held að það sé rugl og bull og vitleysa. Ég segi þeim hins vegar að fylgja hjartanu, vera dugleg í skólanum og vera iðin og hafa þrautseigju. Það af því að við erum með fjölbreytileikann af opni í samfélaginu og í okkur sjálfum. Við lærum með þessum sögum. Við lærum í gegnum sögurnar okkar. Og ef við heyrum þær ekki, ef við heyrum alltaf bara eina rödd eða eina fyrirmynd, þá erum við að læra, þá erum við lengur að læra. Nú, mér langar að segja ykkur að við erum að senda þennan streymislekk víðar. Við sendum hann bara eins og bylgju út allt og sögðum öllum deildum frá, öllum kvennasamtökum og öllum sem að vilja hlusta. Við sendum hann líka til FKA í Danmörku, að því að þar sérfélag sem ekki tengt okkur en þeir heita FKA í Danmörku. Og við sendum hann til Winnipeg og Gimli. Helmingur fyrirtækja í Gimli í eigu kvenna, trúið því. Þær tala íslensku. Og þær tala íslensku svona og svo spurja þær ykkur þegar þið farið til Gimli, þekkir þú Kristján Magnússon frá Sandeyri? Og þú bara, nei, ég veit ekki hver það En þau halda í sinn uppruna og þau halda í menninguna sína. Nú, við erum að iðka hreyfiafl allt og deila reynslun okkar eins og ég sagði. Og leið og ég þakka fyrirlesurum fyrir hönd allra félagskvenna að þá ætla ég aðeins að rúlla í gegnum þessar kynningar og segja að því þetta svo fjölbreytta sögu, ætla aðeins að fá ykkur til að fara í hjartað eitthvað og hugsa hvað tókuð þið með ykkur? Hvað lærðiru þegar þú varst að hlusta þér og hverju ætlar að miðla til annarra kvenna? Og ef ég byrja á Andreu Eyland með Eilíf, að hún var feimið við að taka pláss, að þykjast vera ykkur. Þú ert ykkur. Þú ert svo mikilvægt. Hún þurfti að fara til vinkvenna sinna til að finna backupið og komast yfir stressið sem fylgir því að vera að klifra, að búa eitthvað til. Og það var mikilvægt að stakk með það sem sögu kvenna tengja saman og hjálpa hver annari. Það svo mikilvægt að hjálpa hver annari. Af því að, hvað viljum við ekki? Við viljum ekki vera glansmynd. Hún bara ekki til. Ég elska þræðina þar sem sýnt drasl. Eða það sem sýnt hárið, það bara lagðist ekki rétt, skiljiði. Af því að við getum ekki verið að elta glansmynd og lent í kulnun. Kulnun bara það sem almætti tósar í okkur og segir, heyrðu fyrirgefðu, hvað ert þú að elta og til hvers? Þannig að oft þurfum við að hjálpa hvor annari, nú slökkti ég á þessu sem ég var að segja, haldi þetta sé hægt maður, bíða aðeins. Ertu að hlæja mér? Nákvæmlega. Í beinu streymi, alltaf maður að læra eitthvað nýtt. Það nú eins gott að maður með tæknina með sér. Sáu þetta? Það tók hálfa mínútu og það engin orð hérna. Eða að meina þetta. Þarna var þetta, býti? Akkurat, þarna var þetta. Var þetta hjarta þitt sem var að segja mér? Aha. Já. Hver sagði það? Það var annað líka, það var fjármagn í nýsköpun kvenna. Má ég spyrja ykkur? Þetta í hreinni einlægni á milli mín og þín. Hvar geymið þið peningar ykkar? Ef þið eru bara að geyma það í bankanum, þá langar mig að þið kafið djúpt inn í ykkur. Og mér langar að þið íhugið að taka hluta af þessum peningum, þetta fjármagnið ykkar, ég veit það, en að finna þið farveg fyrir konur sem að búa eitthvað til. Það miklu erfiðara fyrir okkur að fá fé. Það miklu lengri leið fyrir okkur. Við erum með svo mörg hlutverk og ég þekki þetta sjálfa því ég frumkvöld sjálf. Og ég borga mína tíund og það samfélagsleg tíund, þetta ekki kirkjuna tíund, þetta ekki 1530. Og ég læt peningana mína fara til kvenna og ég segi það bara upphátt. Og ég að styrkja verkefni sem þú hefur gaman að, ég skal segja það frá því eftir. Það nefnilega sorgarsaga hvaða hlutfall, þetta eiginlega frávik ef þið stundir tölfræði, hvaða hlutfall að fjármagni konur fá í nýsköpun. Það er þyngri en tárum taki. Það sem að ég tengdi líka við þið,
að það er að anda og tengjast og elska og hittast og fá sér í glas, alveg sama hvað er í glasinu. Mér fannst þetta gott. Ef ég fer yfir í nöfnum mína, Sigríður Vigdísi Vigfúsdóttur, sem að hérna er með Primex og KetoCare, með hátækni afurð í heilsuþjónustu fyrir okkur öll, mér finnst þetta aðdáunarvert. Þetta er ótrúleg þolinmæði, þetta er svo langt ferli, þetta er sjúkleg vinna, þetta er afurð, ég myndi ykkur sjálfbærni, þetta er afurð sem er hent að öðrum kosti og hún er að nýta hana. Og það flaug svo margt í gegnum hugan minn, húsið er að brenna hjá okkur nefnilega. Við finnum lyktina, við sjáum eldinn og við höfum í engin önnur hús að venda. Og hvað eigum við að gera? Af því að það er bara engin sjálfbærni til nema án kvenna og án þess að helmingurinn á atvinnulífinu og samfélaginu séu virkir þáttakendur. Þetta er ekki hægt öðruvísi. Og ef við ætlum að leysa þetta saman og hjálpast að, þá þurfum við nefnilega samstöðu kvenna. Agnes Anna Sigurðardóttir frá Bruggverksmiðjunni Kalda. Vá, þvílík negla. Taka af skarið og kýla á hlutina. Þetta heitir ekki hvatvísi í mínum huga. Ég kannast ekki við það. Að taka börnin með sér og finna einhverja pössun eða enga pössun fyrir þau. Ég er með bæði börnin mín og þau bara sækja vatn handa mér að fara út að leika sér eða þið viti, ég meina krakkar á Íslandi voru bundnir út á staur, er það ekki? Það er næring í grasi. Þá fór ég að hugsa, sko, hvað er eðlilegt atvinnulíf fyrir okkur? Þetta má nefnilega eins og skólamálin, það má endur skilgreina hvernig atvinnulífið á að vera. Ekki satt. Það er ekki endilega 8-4 og það sem þú ert á stofnun og við erum með aðskilnað og sílótum allt. Heldur kannski að hjálpast að og nýta tengslanetið og hætta að hugsa þetta í svona miklum hólfum, að vera kallheimur og allt það. Ég held að við eigum bara algjörlega hætta að hugsa það. Ég geri það í minni vinnu, ég sýsla með stál og ég er alltaf í kjól. Það er bara því að það er ég. Mér kemur bara ekkert við hvort að einhverjum öðrum finnist það eitthvað. Staðsetningin hjá Agnesi Önnu er styrkur, spáið í því. Mér fannst það mjög áhugavert. Af því að oft erum við að segja að við getum ekki búið til fyrirtækja, þetta er svo langt í burtu eða einangra eitthvað þannig. Ég held að það sé rangt. Ég held að við eigum að endurhugsa það líka því að óhefðbundið getur verið svo dýrmætt og flott og gott. Við eigum að vera óhræddar, að fara nýjar leiðir, að fá baðker frá Gama. Ég drekk ekki bjór en ég ætla að fara í þetta bað. Kleópatra baðaði þessu upp úr mjólk. Þannig að ég ætla aðeins að leika með hvernig ég get orðið að bjór. Svo er þetta náttúrulega hugmyndir sem að undu upp á sig, skiljið. Allt í einu þurftir að veita gistingu, af því að þú ætlaðir að koma, þið vitið í bjórbað, þú ætlaðir að fá þig bjór og hvað svo, ég gist út á túnni eða með krakkanum eða, nei. Mér langar að segja ykkur að ein kona sem að þið þekkið, Amelia Earhart, að hún sagði, women like men should try to do the impossible. Finnst ykkur þetta ekki smart? Það er ekki bara þeir sem geta gert impossible. Anna Björk frá Oceans, hún er með hátækniþróun fyrir grunniðnað í landinu. Hún benti okkur á hvernig það er að vinna í mismunandi fyrirtækjum, stórum og litlum, og hvernig framlagið hjá okkur öllum getur skipt máli. Framlagið getur breyst ef maður er í stóru fyrirtæki og verður bara eitthvað vinnumaur eða þegar maður fer í minna fyrirtæki og það brekkar skópið manns. Þetta getur verið alls konar. Mér fannst hún hafa hugrekki til að nýta menntun, til að breyta og til að þróast, fyrir ekki breyta og þróast. Mér fannst það áhugavert þegar hún var að tala um vinnutíma og umhverfi frumkvöla sem er klikkaður og ekkert öðruvísi við sem erum í nýsköpun að við höfum svo mikla ástríðu að það er engin mörk. Það er aldrei 8-4. Það er líka hugsjón. Og ef við styðjum ekki við þessa hugsjón og þekkingu, þá erum við svo fljót að fara yfir í spekileika. Og spekileiki, hugsið þetta, spekileiki fyrir helmingina vinnuaflinu, hvað er það? Það er ömurleg hagfræði. Ég segi aftur, hvar fjárfestið þið, svo ég noti smá áróður. Kaja, með neyðinkenni naktir konu að spinna, þvílíkur eldmóður, hún er með frábært vöruúrval, þekkingu og endalausa nýsköpun, hún er að koma góðum hollum vörum á framfæri
Og ég er mjög þakklát fyrir að hún skildi minnast á að FK sér stóð fyrir sig af því að það skiptir svo miklu máli að geta stunda tengslanettið, að vera sýnileg og vera hreyfiafl. Og ég get þakka fyrir Kaju að því að hún bjarga minni heilsu. Ég borða lítið af sykri, geri og mjólkurvörum og fyrir nokkrum árum að þá var þetta erfitt fyrir mig. Ég hef ekki tíma til að elda allt og ég verð að fá eitthvað sem bara tilbúið og stundum var þetta bara, þið vitið, einu sinni var þetta bara ein vara þarna, núna þetta allavega kannski ein hilla og í sumum búðum þá þetta bara veggur og þetta geggjað. Og ég ætla ekki að kvarta yfir því hvar hún staðsett af því að vörurnar koma til mín og ef mig langar til Kaju að þá bara road trip. Mér finnst það bara mjög næs. Og svo Kristrún Lind Birgisdóttir með náma á staðsetningar, já, þetta náttúrulega gull að geta sótt sér fræðslu til að búa til virði, hvort sem það fyrir börnin sín eða fyrir sjálfa sig, óháð staðsetningu, skiptir svo ótrúlega miklu máli. Og ég veit að þróun og kennsluefni mjög langunni, það eru margir hlutaðeigendur og þetta eins og að vera í þykkri leðju. Þannig ég ber mjög mikla virðingu fyrir þér. Tæknin mun hjálpa okkur svo mikið. Tæknin hjálpar okkur konum óendalega mikið að hlusta í streymi, ólínulega. Ég elda og hlusta, ég geng og hlusta og ég ligg og slaka og hlusta. Alveg sama hvar ég Nú ef ég segi, held áfram, ég að vera búin. FKA félag kvenna í atvinnulífinu og við erum sjálfstæð óháð félagasamtök kvenna. Tilgangur félagsins að styrkja enn stöðu kvenna í íslensku atvinnulífi og fjölga konum í stjórnunarstöðum og í eigin rekstri. Markmið félagsins að styðja við vöxt og frama kvenna, auka nýsköpun á meðal þeirra og annan atvinnurekstur, ásamt því að efla samstöð og samstarf. Við erum líka með framtíðarsýn og framtíðarsýnin sú að íslenskt atvinnulíf einkennist af fjölbreytileika öðrum löndum til fyrirmyndar og fjölbreytileikinn þýðir tvennt. Hann þýðir annars vegar ekki bara jafnrétti, heldur allar lífbreytur, aldur, kyn, uppruni og svo framvegis. Og hitt, hann þýðir inngildingu, inclusion. Þannig að óháð því hvort þú sért ung eða gömul, lítil eða stór, ljóshærð, dökkar, ég get haldið áfram endalaust, að þá erum við ekki að hugsa það. Við stundum þetta þrennt sem ég var að nefna áðan, tengslanett, sýnileika og hreyfiafl. Og nú ætla ég að segja ykkur hvað við erum að fara að gera á eftir. Við förum þau sem eru staðbundin, eru svo heppin að vera Akureyri í góða veðrinu, við erum að fara fram og það ennþá FKA merki frammi og ljósmyndari og hún ætlar ekki að fara fyrir að við erum búin allar að taka myndir af okkur af því að það það sem við viljum og við viljum láta þær fljúga. Við setjum þar á okkar miðla og erum þannig að iðka sýnileikann. Það eru nokkrar sem eru að fara út að borða saman niður á Múlabergi og ég hvet ykkur sem fara þangað að reyna að þekkja sem flestar. Ef við þekki fáar, gefið ykkur að tala við svona 3-4 og kynnist þeim af því að það stækkar ykkur og það stækkar þær. Á morgun fyrirtækjaröld í bænum og skóaböð, ógulega gaman og þá gerum við það sem við gerum í FKA, við heimsækjum, við fræðumst, við verslum með svona sérkjörum, jólagjafir og afmælisgjafir og páskagjafir og sumagjafir og allt saman. Við auglýsum þessa konur, við þökkum þeim fyrir með því að auglýsa þær, lyfta þeim upp og við lyftum öllum konum sem komu hér og töluðu. Það það sem FKA gerir. Við lyftum upp á öllum miðlum, Instagram, við búum til bylgju, af því að það það sem við þurfum. Þegar við erum að gera þetta, þá hvet ég ykkur til að taka undir, að læka, að segja ég var hér á þessari ráðstefnu og allt þannig, af því að það pláss fyrir okkur allar og við eigum að þenja okkur. Við eigum að þenja okkur, við eigum að setja vængina út og við eigum að fljúga. Það ef það ekki pláss, vitið þið hvað við gerum? Við sjá það. Gjör svo vel, hvað þau? Það var búið til pláss. Það voru engin sásauki, gerðist ekki neitt. Fyrir þær sem langar til að ganga í félagið, þá nýlega móttaka 7. október, raun og raf. Jafnvægis og FKA 12. október. Þetta hreyfiaflsverkefnið okkar. Þetta stofnað af FKA-konum. Við eigum það, við rekum það.
Við erum í samstarfi við forsætisráðuneyti sem styrkir okkur, sem mjög dýrmætt, Sjóvá, Deloitte, Ríkisútvarpið og Pipar TPVFA. Í ár þá erum við með markmið að ná yfir 200 fyrirtækjum í jafnvægisvogina og við ætlum að ná því og þið ætlum að hjálpa okkur. Tilgangurinn að auka jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar fyrirtækja í íslensku viðskiptalífi og með markmiðið að 2027 þar eftir korter verði hlutfallið á milli kynja 40-60 í framkvæmdastjórnum. Ég hef svo sjúklega lítinn áhuga á að stelpa mín standi hérna í mínum sporum og sé að segja þetta sama. Og þetta gerist ekki nema með því að framkvæma það. Það er bara þannig. Tilgangurinn líka að virkja íslenskt viðskiptalíf til að verða fyrirmynd, jafnréttis fyrir aðra þjóðir og við vitum það að þó að við séum best, þá erum við ekki best í jafnrétti, við erum skást. Þið finnið það líka í ykkar hjarta að það er ekki hægt að vera bestur með þessum árangri. Það er, ég held að þetta er lægsti samnefnarinn. Við veitum viðurkenningar í jafnvægisvoginu og drögum fram í sviðsljósi fyrirtæki sem hafa náð markmiðum sínum. Við stöndum fyrir viðburðum og fræðslu og við vekjum samfélagi til hugsunar virði fjölbreytileika og jafnvægis. Mér finnst þetta mjög dýrmætt og við tökum saman heildræna stöð og niðurstöðu greininga. Þannig að við erum líka að mæla. Það þarf alltaf að mæla til að sjá hvað verður stödd. Þannig að þið allir fyrir ykkur þá getið þið hjálpa okkur með því að spyrja í kringum ykkur eða ykkur sjálfar. Er fyrirtæki mitt hluta jafnvægisvogi? Ég og vinnupalla, við erum búin að fara í gegnum jafnvægisvogina. Þetta er pínulítið fyrirtæki. Geta allir verið með. Nú, að lokum ég með 3 ráð fyrir okkur. Og það tengist í þessari vegferð sem við erum búin að ganga saman hérna í dag. Það er númer 1. Að það er að sýna konu eða konum stuðning. Okkur munar hverja einustu konu í stjórnmálum og hvað þá í stjórnunarstöðum þar sem við getum oft orðið einar. Við erum aldrei einangraðar. Það er hægt að sýna stuðning sinn opinberlega með skilaboðum. Frumkvöðlakonur eru viðkvæmur og dýrmætur hópur sem við verðum að vernda og styðja og hjálpa af öllum okkar mætti. Og það sammála á ekki við hér, heldur samstaða. Samstaða kvenna er lykillinn. Númer 2. Fjárfest í konu. Allt okkar dýrmæta fé þarf ekki að liggja á bankareikning með 0 mínus eða lítill ávöxtun. Við eigum að vera okkar eigin hraðall og fjárfest í konum. Við eigum að tala konur upp á áfram linnulaust. Það er erfiðar að vera kona í atvinnulífinu eins og það er uppbyggt núna. Og hvort ætlar að breyta okkar hegðun eða kerfinu? Hvort er fljótlegra? Ég segi við getum bara gert það sjálfar. Og í 3. lagi, fjárfest í þér. Það er alveg sama á hvaða vettvangi þú ert. Stækkaði þig. Og þá stækkar þú okkur allar. Það er sannað að áföll erfast. Og kynbundin hegðun er ekkert annað en áfallasaga mannkyns. Við skulum leggja þennan kynbundna bakpoka niður og halda áfram, vera hnarreistar með mildi og styrk og leiðandi og mótandi fyrir samfélagið sem við viljum eiga. Verum það sem við viljum búa. Stjórn FK að þakka stjórnum landsbyggðardeilda fyrir frábæra samvinnu og samstöðu. Þetta er gullið okkar, þetta er lærdómurinn okkar og þetta er vöxturinn okkar. Konur úr öllum landsbyggðarstjórnum eru mættar. Þær eru mættar hingað staðbundið og með félagskonu með sér. Og það fyllir mig þakklæti. Af því að það er ómetanleg þjónandi forysta. Þetta er svo góð hegðun að gera. Þetta er fyrirmynd og fordæmi. Og svona virkar félagið okkar og svona líður okkur vel. Við eflumst og styrkjum svona. Mér langar að fá stjórn FK Norðurlands til að koma hérna undir heiminn ef þið vildu vera svo vænar. Aðalbjörg Kristín, það ekki, Ingibjörg, Jóhann Hildur og Sif, eru þið ekki allar hér? Hún fór út í bíl. Komið á standi hérna, nú mátt þú fara ná í pókana. Þú þarf 4 póka. Yes, hlutverk. Gjörðu svo vel. Hverja vantar? Jóhanna og Ingibjörgu. Hvar er Ingibjörg?
Hún gat ekki komið. Ok, þá eru þið 3. Þær eru 3. Já. Það bara, þið haldið á 2 auka. Stjórn FK Norðurlands fær sérstakar þakkir fyrir framúrskarandi framkvæmd á gullnu tækifæri til að skella sér í helgarferð til höfuðborgar Norðurlands. Þar sem alltaf gott veður, samkvæmt innfætum, en ekki aðfluttum. Það geggjað veður í dag og það verður yndislega ferskt og hlýtt á morgun þegar við förum á röltið. En svo tæmum við skammtinn og það fer að frysta á sunnudaginn þegar við förum. Þannig ég biðst afsökunar á því. Veðurstofan átti bara ekki meira fyrir okkur. Hæ, komdu, Jóhanna Hildur að koma. Vilt þú gefa þeim 1 poka hver? Takk kærlega fyrir. Augu. Já. Hún í Ísaksskóla, sko. Já, takk kærlega fyrir. Og ekki fara. Leið og ég segi þessari frábæru landsbyggðarráðstefnu FKA, takk kærlega fyrir. 2022 lokið, þá ætla ég að minna á orð ágætra konu og það aftur kona sem var frumkvöðull og gerði eitthvað sem enginn annar hafði gert, Amelia Earhart. The most difficult thing is the decision to act, að framkvæma. The rest is merely tenacity, þrautseigja. Við aldrei að gefast upp og áfram saman. Takk fyrir.